Nýjum blöður hafði göngu sína á þessum, yndislega föstudegi. Auðvun Blöndaleiti ég og, það er ekki fullur bátur en, skipstjórinn sem er mættur í staðinn er, góðvinur þáttarins og þeir verða ekkert mikið dýrari því að Sveppi Krull er mættur í staðinn fyrir Egil en Steindi, þú ert á þínu stað? Það er ekki tækt að fá dýrari gesta en Krull og... Nei, ástæður hann gæti ekki svara strax því að hann var að teygja sig hérna í ískaldan Túborg léttöl. Já, hann er að fara í eitthvað game. Já, hann hlýtur ekki að svara því sjálfur, Sverrir, hvert þetta að fara hérna eftir það? Nei, hann hlusta bara á okkur talum. Hvað segir þið? Wow, velkomin Sverrir. Velkomin. Gekkja að fá þig og takk fyrir að Þetta er koma. alltaf ógeðslega gaman. Já, það er bara snilt að fá þig, sko. Ég elska svona vinnu sem er ekki vinnu. Já. Þetta Að er það. gera eitthvað sem manni finnst létt. Já, og Það er bara ekki skemmtilegt. tekið því, já. Já, þetta eru, sérstaklega ef við höfum rættað hérna eftir að maður regnaði spött, þá er þetta bara 2 uppáhalds tímandi mínir í vikunni hérna. Ég veit það Frá 4 til 6. Já, vera lausubönnin og Já. konna. Og hérna, sko maður man alltaf bara að því að við erum aldrei svipaðir og þú er nú kannski ekkert ósvipaður. Reyndar með miklu fleiri bresti. Já. En hérna Ég veit ekki hvort þetta hafi verið diss eða hrós. Það sitt lítið að hverju. Já. Og hérna, það var alltaf þannig í gamla dag. Við náttúrulega nefntum ekki að vera í skóla, enginn á okkur. Fundum okkur vinnu. Já. Og ef það var létt í vinnunni, Já. þá var gaman. Þá leið Ef maður það þessu. var erfitt í vinnunni, leiðilegt. Við höfum nú líka Það sem er létt, við viljum alltaf fara auðvöldu leiðina. Ég er ekkert viss um það. Ég held að við eigum Jú, bara þú ert alveg Er það? þar. Men Já, við- ég get alveg svarað því fyrir Já, þig bara, við sko. höfum- Nei, allir sameiginlegt ég að- skil alveg vel eins og bara þegar við erum að taka upp eða búa til eitthvað grínefni og svona, þá Já. förum við alveg og gefum okkur tími í að skrifa góða sketsa. Förum djúpt í þetta. Förum djúpt og gefum Já. okkur alveg en svona við viljum hafa þetta. Við þurfum að hafa áhuga á hlutnum, annars gengur þetta bara alls ekki upp. Ég var búinn að segja frá því þegar ég fór og fekk vinnu í Holtagörðum. Var ekki búinn að segja fyrir því? Þegar pabbi skutlaði mér og ég neitaði að fara út í bílnum og vinnu fór að hringja síminn hjá mér og ég sá eitthvað númer og Já, þú byrjar ekki eins og í þeirri vinnu, sko. Nei, ég mætti ekki eins og Hefur þú einhvern veginn sótt vinnu, fengið vinnun á Sveppi og sleppti að mæta á fyrsta degi? Nei, það Nei, er ekki Það Ég er nefnilega ekki það, þetta sko, er heldur. örugglega Ég met. Ég veist það er svolítið botnin, sko. Já, það er bara nei, Það er eitthvað sem ég myndi aldrei- Það er það sem ég segi með Ég frekar læt ég reka mig Það til er viku. brestirnir sko. En Sveppi, ég hef aldrei hitt neitt sem er meira upp og áfram en Krull. Já, Sveppi, bara Já, og uppáhaldsmanneskjan það í er heiminum. náttúrulega en hérna, og líka bara þegar ég var að vinna þó stundum þegar það var leiðilegt í vinnunni Já. þá var alveg gaman að því að maður var bara í góðum félagskap að rífa kjaft og segja fyndið og Já, fara í já. kaffi og Og sniffa gas og eitthvað djöfulinn, ekki? Já, það var fyrr Varst að gera það í vinnunni? Já, Nei. ég veginni maður Ég man bara eftir því úr 70 mínútum af því að þá er ég bara nýkomin frá Söðugröki. Já. Grænna og, hvað segir maður ekki, grænna bak við eyrun eða? Jú. Já, ég Þú þúl erum ekki bara í dærna. Já, hérna, og þá sagði Sveppi mér þess að sögu bara í 70 mínútum, ég trúði ekki. Nei. Hann bara var að sniffa, ég myndi aldrei þóra því og þórið ekki ennþá þann dag í dag að vera að sniffa gas. Veitu, var það bara, heyrðu, það Ég er var ekki komið- að sniffa Jú, þú gas mikst á þig og eitthvað djöfulli. Ég var að Í anda því vinnunni? að mér Já, er það ekki að sniffa? En byrju, ég skil þetta ekki alveg, var þetta bara, heyrðu, það er komið kaffi. Já, ok, það er komið kaffi, ég ætla að fara út í bíl og ná í gasi þegar í skottinu. Nei, það var á svæðinu, hann náttúrulega ákvaði ekki að míga á sig. En gaman, Þetta er lengri saga en Já. gaman að því að svo þegar hann segir mér þessu sögu, þá var hann komin í vinnu sem hann fekk borga fyrir að míga á sig. En þetta finnst þér borga fyrir að líka við. Já, miklu minni vegagerni Já. Og það var ekki það sem var ætlast til af mér Nei, Það var ég meira sko það í 70 mínútur sko. Nei, maður hefur verið að vinna við ímislestrákar. Ég hugsa stundu til þess að því að ég var náttúrulega að vara að mála. Ég var málar í 5 ár, sko. Jóhannes í Valgis. Þú veist allt um það, Sveppi. Já, Og ég lendi oft, þú veist, ég hugsa tilbaka. Ég er eiginlega bara frekar ánægður að vera á lífi. Ég lendi Það oft fyrir ofta að mála. Ég var ekki bara að það mála. var hann að hættilegt Nei, já. Varstu bara í stillösum Nei, og... ég Bara get... hangandi á annari bara í Já, herru, en þetta er bara nákvæmlega það sem gerist. Ég var að Varstu ístillansa. hangandi á annari að mála herru, ég var að mála upp í Breiðholti. Ég var að mála krummahólana upp í Breiðholti. Nei, þetta er bara Svensa. Og Það það er var bara svo- ótrúlega að setja á lífi. og ég var í stillans og það var svo mikið Já. rók að stillansi fauk til og ég hjekk á gaflinum í krummahólum. Ég er ekkert að Nei. grínast. Víst. Þetta Ok. er 3 hæða blokk. Ok, gerðu. Og hérna ég Gerðu það, það er hættulegt. ég fekk bara blokk. Já, og bara Og það var Hannes og gert? Græjón. Já, það var gert, það var bara menn að vinna í þess að ná En þú að veist að setja það þetta eru undir mig. innamenn sem eru að hlusta á þáttir núna Skellir hlæja Já, auðvitað Grenjandi úr hlátri. Ég er ekkert að sko, fucking aumingi. Já, ég er aumingi. Ég er að segja ykkur aumingja sögur. Og einu sinni þegar ég var að mála ruslakompu
Hún var gluggalaus og maður þurfti að nota olíumálingu á gólfin. Það sem hún lagðir á þig. Já, ég gerði það. Það var sett á lífið. Já, ég nákvæmlega. Og ég fór út í endan. Þetta er svona það. Ég fer út í endan. Já, segjum að kompansið 20 fermetrar. 20? Nei, hún er miklu minni. Hún var 30. Og ég fer út í enda. Hún er minni, sko. Já, ég mála gólfið út. Ég þarf að mála mig út. Fattaru? Já, hún málaði ekki út í hot. Nei. Og svo shit, það er búið að setja tíkall í trúðin. En ég byrja að mála. Svo bara vakna ég. Þá var ég, af því að það voru engin gluggar og ég var að vinna með ykkur olíumálingu. Það andaði svona efnum sem að þóla ekki, líka með þóla ekki. Já, ég gerði það. Þetta gerði ég sjálfviljur í veginn. Já, ég fekk ekkert kikk út í mínu. Ég valdi þetta, ég bara Þú mála með á mig sofnaði. Er það hluta því að það er ótrúlega þreytt á lífi? Er hættulegt að sofna í svona líkandi kompu? Já, gett potið, er það? Ég held að það sé ekki ráðulegt að opna bara einhverja 20 lítra flúker, bara olíu djöful og fara út í hotna í marga klukktíma að hanga, sko. En veistu eitthvað hvað á svaf? Nú er ég ekki, ég veit að við vorum að fókast í, en veistu hvað á svaf lengi? Nei, ég svaf ekki, það er bara líður yfir hann. En já, ég datt út. Ég veit ekki hvað lengi, nei, bara korter og lástu bara hann í málingagallanum bara. Já. Og magnar það allir út í málingu? Nei, ég er að mála mig út. Þú veist, ég byrja út í enda og er að mála mig út. Já, en svo er ég líka bara að reykja síkó og ég er kík í síman og ég bara ég var ekki, já, ég gerði það á þessum tíma og ég var ekki besti starfskrafturinn, sko. Ég var bara svona með. En samt 5 ár, þannig að þú lítur að vera ágætismálari. Já, ég var mjög fínn í spaslinu, sko. Ég var eiginlega hafður aðalega í því, sko. Þegar Grafarholtið voru að koma upp, þá var ég bara svona sendur á milli íbúða spaslinu. Það er ekki allir sem vita það, Sveppi, en Steindi sett upp Grafarholti. Tók þátti, já. Alla geislana, ég bjó í Gvendageisla, sko. Hæ? Já, geti vel verið að ég hef spaslað baðherbyggið þar. Það kemur ekkit óvart. Það var allt fáránlega að vera spaslað. Nei, það getur ekki verið, sko. Það getur ekki verið. En Sverrir, svo vann ég líka við að parkettleggja, strákar. Fór að vinna við það í mjög stuttastund. Og þessi hópur parkettlegði. Heppin á lífi? Nei, já, sko, nei. Eftir einhverja þannig sögðu? Já, við parkettlegðum Mér finnst það svo fyndið að byrja þetta og það er ótrúlega sé á lífi eftir allar þessar vinnur. Við þessi hópur parkettlegði Orkuveituhúsið. Ok, sem að eyðilæðist. Já, af því að við gerðum það svo illa. En þú veist að öllu líka. Nú veit ég okkur endist þetta í 5 ár. Nei, það var náttúrulega ekki parketti sem var. Nei, ég fór bara í 6 mánuði í parkettið og ég var að vinna, ég var aðalega að líma og aðrir voru að berja þetta á og svo lagið allt maður. Bara iðnaðarmaður. Já. Og það er, ég hef oft rætt að hér í að finna í fumblöða, það sem ég dyrka er að bara þegar maður var á lagarni sjálf, ég var nú ekki iðnaðarmaður, jú hvað, er maður iðnaðarmaður maður á lagar? Já, nei, þú ert ekki iðnaðarmaður. Nei, þú ert ekki, sko, hvað er það að reysa húsnaður? Iðnaðarmaður myndi aldrei samþykja það að þú er iðnaðarmaður ef þú verður að vinna á lagar, sko. Nei, ok, en ég var að hjálpa iðnaðarmönnum. Já, ég var að taka saman Lagarmaður er ekkert sýri maður, þetta er bara, þú varst ekki iðnaðarmaður. Nei, en það sem ég dýrka er að það sem að bjargaði vinnudeginu mínum á þeim tíma var að hlusta tíu og svo veit ég að það eru margir iðnaðarmenn og lagamenn sem er að hlusta á FNÍ en það held ég að þáttur sem er meiri hlustun á Vísi og netinu því að fólk tekur þetta á mánuði og þriði. Já, ekki spara sig. En haldið þið strákari, við þrír núna myndum ákveða bara, heyru, ok, við ætlum að reisa hús. Haldið að við gætu það, við þrír. Ekki, ég allavega 100% ekki. Jó, ef þú mætti vera með interneti. Já, þú mátt það. Hvað, bara YouTube, hvernig þú ætlar að Þú getur YouTube allt. Spasla. Þú getur endar YouTube allt, en ég kann að spasla. Já, veist, ok, ég var ekki að tala um að spasla. Þú getur að gera eitthvað meira. Þú getur YouTube allt, sko. Þú getur bara skipt glera á iPhone símanum. En okkur er fólk í skóla þá? Þú getur YouTube allt. Það er náttúrulega stór spurning. Það eru sumir sem er ekki. Það er náttúrulega líka bara búið mannlega samskipti og svona. Það er kannski skemmtilega að þekka einhvern í staðan fyrir bara að fara í gegnum lífi á YouTube. Svo bara þú ert búin að læra allt á YouTube, þá þarf þetta að fara á YouTube til þess að læra mannlega samskipti. Já, en sko er Egil á tenni. Það fór ekki fram hjá neinu sem að hlustar á þáttinn. Já. Hann var núti, það sem eru með hann á Instagram. Basically getur verið að setja sama story núna og hann gerði síðast þegar hann var þetta. Já. Það eru sömu lög og sömu staðir. Sömu börn og sömu kettling. Já, það er nú bara jákvæmt. Já, ég hef bara séð. Fynnt að ég kom með nýja fjölskyldu að núti. Það var spes. Ég skil bara ekki fjölskyldu sem ég ekki farið frá hún. En sko, Jesus, hvað er að gerast? Mér fæst sko
Herru, mér finnst hann sko svo fyndið að horfa á þetta því að sko eins og þú segir hann er með svipastóri og síðast og það síðast og skiptið á undan en málið er hann er alltaf með teknotónlist hann er alltaf með dundrandi tekno bara lögin sín en svo er hann bara svo er krakkinn kannski bara eins að móki sandinum þetta er ekki beint tekno aðstæður Nei Ég veit ekki hvað eru tekno aðstæður Ég held að svona kannski bara á tekno tónleikum Já, maður kannski grunna ég held það en svona þú veist, þetta er bullandi tekno Hvað ætlar að lesa yfir honum þegar hann kemur? Já, ég gæti þetta að gefa hann smá lestur þegar hann kemur En ég held að hann finn ekki neitt annað á hérna Spotify-reikningu Nei, hann veit ekki neitt annað sko. En hvað er svona áðuruð fyrir mig við hvað er í þættinu? Hvað er að frétta svefnum okkar? Feskur, síðan þú varst einna, varstu nýjórðin tengdapappi? Já, einmitt maður Já, var það? Já Heyrðu, það eru komin 2 ár sko Já, ok, þá er nú styttra síðan Samt ekki sko, það er heldur langt síðan, ég kom síðast Þannig að næstu þú kemur getur alveg bara afi Þú getur verið afi Já Heldur að svona ekki það Ég veit ekki hvort að Þórdískri vill að við séum að ræða Hún elskar að við séum að tala um sig Heldur að setja að vera afi það? Nei, það er nú alveg eitthvað í það sko Já. En þú eru fyrstur á okkur, það er nokkuð ljóst Já, ég ætla rétt að vona Það er ótrúlega næsa En ég finna svona, það er eitt lítill frændi í fjölskyldunni Skilur, sonur, systir, kona minnar Hann kemur stundum heim Þá líður mér eins og afa Já. Og það er næs Já. Það er góð tilfinning Ég Og ég finn alveg að ég er að verða svona afi sko, Já, sko. Sérðu hvað ég er með hana? Já, þú ert með leskleru Ég er með leskleru Það er Ég held rosalega að hann var bara að reyna amalegt að vera töff Alls ekki, ég er aldrei að reyna að vera töff Ég er töff Það er þetta hár rétt Ég er ekkert við þetta, það er bara það sem er En þau faraðir Fara mig hvert Þau faraði bara vel Já, takk fyrir það maður En sko En það ertu byrjað að sjá svona illa? Nei, það er svona Þú ert að lesa bara og að keira, notar að þú ert að keira það? Nei, ég notaði eiginlega aldrei sko Þau voru bara því að ég var að lesa eitthvað bók En byrju, ertu með tvengliru? Sér ekki líka illa langt frá þér hérna? Nei Sér það vel eða? Já. Það er mjög reyr En Steindi, hann er ekki búin að fyrir tjekki ykkur nokkur ár Hann heldur hans með -2 Ég var með -2 þá Hann er með svona -5 í dag Ég er ekki að grínast Ég með sem eitthvað sjónskekkjón í þetta sko Svo heyri ég þetta líka bara Þegar hann er að keira Ég er bara aldrei að prættur og sitja í bíl þegar Steindi er að keira Hann sér ekki neitt En ert þú ekki trættur þú ert að keira því þú sér ekki neitt? Nei, Nei, þú bara lætur að slæta Já, en ég sé Nei, þú spyrð mig alltaf bara hvað stóð hann Já, mér finnst erfitt Þetta keira fram með svona mikið skiltum Já, það kemur eins og það er reykjað Hann er svona ratar ekki Hvað stóð þetta? Tjálsvæði? Hvað er þetta? Má ég gera hér? Einstaklega? Nei, þetta er meira bara svona að það kemur rigning þá tekur stundum eitt dropi allan gluggan út þá sit ég bara þegar að finna gleruðu sko Meinti það En sveppurinn, feskur Já, ég er ljómandi góður Það er bara fínt að frétta Við erum að Ég er bara eitthvað, ég veit ekki Ég er að leika og ég og Pétur Ég og Pétur með beint í bílinn alltaf Já. Ég hlusta alltaf, þú veist það Já Það er love it sko Og það er eitt sem ég þarf að koma fram sko Nú? Hérna, við félagarnir í beint í bílinn Ég og Pétur Nú vill Pétur fara að opna fyrir síman Já, ok Leifa hlustendum að ringja Já. Mér finnst að ég nenni því ekki sko Nei En hann vill ólmur tala við hlustendur Já Pétur er mjög gaman að tala við fólk Já, og sérstaklega ekki neitt Og bara einhverjum svona þvælu Þetta er beint í bílinn Já, þetta er beint í bílinn Hann alltaf vinnur sem móralski Hann vinnur við að tala við fólk Já, sem er náttúrulega út í hött sko Þannig að við fórum upp í hérna Nova Og fengum símanúmer Og það er 788 8808 Já Vá, hvað þurftur að borga fyrir þetta númer? Þetta er gold Þetta er rosalega númer Við þurftum að borga En byrjuðu 8, er þetta rúlleitinúmer? Nei, þú ert ekki Þú ert í 7 og ég er 9 Já, svo Ég er í 9 líka, maður Já 788 Beint númer beint í bílinn 788 Já 8808 Ég þarf En að nú er fullt segja af fólki að ringja En það er slögt að Það er síma slögt núna á símanum núna sko Við kveikjum á honum og við erum að fara í tökur á mándaginn í beinti-bílinn Ok. Og þá ætlum við að hleypa hlustendum í lofti En hvernig vita hlustendur að því að þetta er ekki live, þetta er tekið upp, Já. setið þá bara skilabóð á einsta áður, við erum að fara að byrja og síminn Þetta er á er fyrsta kantinum. skipti sem að þetta númer er sagt opinberlega Já, Ok. Vá, Og þetta er ætlum að stórt. setja- Stórtur er þáttinn. Það er risastórt Já. Til að hafa mikið með þetta Þetta er lítið milestone í FM 95 blöðu Já. Þetta er rosalegt Ég ætla að segja þetta Við númer, getum þetta opnað fyrir síman bara núna En við gerum það ekki Ég myndi alltaf gera það Ég var hleypinum inn kannski. Hleypinum hlustanda í lofti Er einhver að ringja? Já, Er alltaf fólk að ringja? Nei, það er enginn að ringja núna Í alveg tala.
58 En er oft fólk að hringja bara inn? 57 Já, En er það bara að byggja óskalag? ég veit það ekki eins og þú veist bara að reyna, er það að gefa bíó með eitthvað? Já, en það er alltaf dálítið sérstakur þjóðflokkur sem hringir inn í útastöðar sko. Já, það Já. er það, ég var einn það sko núna Það er bara fólk sem hefur aldrei hirtu Spotify Nú Það eru getur bara að allar- hlusta á sem það vill, hvenær sem er Nú eru 7 línur að ringja Já, já En Þetta er byrjum að tala um okkur þetta. heyri ég ekki í headphone-unum mínum Það er enginn á línunni Ég er ekki búin að taka Já, hækka, þið hérna Já. Hérna fykta í tökkunum hérna Herru, en fólk getur hægt að ringja Ég heldur sem ekki að fara að taka Vil ég prófa að taka Já, þetta bara einn, en leið og ég gerir svona, veitir Já, Sérðu puttan? já Þegar ég gerir svona, Já, þá slekki á. skellur bara strax á FM Já, góðan daginn. Hei, góðan daginn Ég trú ekki að svara. Ég er bara hérna einn í uppbyrðinni. Já, hvað ertu Hvað standur? viltu? Gupaði út þér Ég er að reyna að tróða mér inn á Selfoss og er að fara á eiguna svo. Já, geggja Geggja maður, Gaman að djúvill því, er það maður. gott Já, svakalega tíma tekur þetta maður þegar maður er ekki föttur í bílum að leiðin til eiga. Takk fyrir að ringja hennur Vonandi getum við Gaman að stýttist heyra undir Já, ég veit, segja okkur. Þetta er náttúrulega bara besta útastöðin í heimi sko. Þetta var reynda gott síndan Hann á leiðin til eiga og við óskum hennu góður að ferðar En það er svo gaman samt líka að tjekka svolítið hvað fólk er að bralla Þú veist, þessi Já. var bara leiðin leia En og ég það þarf skrítið alltaf- að vera edrú í Ég þarf bílunum alltaf að vera með sko tilbúið bara leið og ég segi bara Já, beint í bílinn eða FM Hérna Skell á Já Já. Ef þetta er ekki eitthvað með viti á fyrstu 8 sekundunum En þá ertu að er það bara bonk En þá ertu að fara að skella á alltaf held ég Gott um einn En sko, ég er típan sem að bara ringdi inn í allt Ég ringdi inn í Já. Tvíhöða, ég ringdi inn Já. í hérna, hjá Pétri og Dodda og Já. og hjá Barða og Já. Ég hafði ekkert að segja Mér finnst bara gaman að heyra það mig í útvarpinu. Ég veit að ég var alveg þar líka bara Er ég komin í lofti? Hérna Hvernig er þið? Svo er náttúrulega alltaf klassist líka Þú eru að lækka í útarpinu Já, Heyrum ekki alveg í þér Algengast að lína í útvarpi Lækka í útarpinu Ég ætla að fara yfir þáttinn drengir Það sem að er hæsta mínum að þetta er Ég hafði svo gaman að þessu Að Sveppi Krull við hendum honum í sverðuða Í klefanum Hann ringdi í bróður sinn, mömmu sína og pappa sinn Og það var stórkostlegt Skemmtilegt Svona nýjasti liður F9 blöð Og gaman að geta tengt Sveppa inn í Já. þetta Það verður ekki gaman að þessu með sér Alveg, jú Ég er með efasemdir en Já, við erum með þekkið ekki Já. Og það er Steindi sem sér um það í dag Og við erum að svara Sveppi Já. ok, Þannig að við erum að fara að ok. tjekka hversu vel við þekkjum hvort annan Það eru líka svakalegri dagstakar En enn að fyrir hana Já, við þekkjast nákvæmlega Þetta er nú komið einhver stig að þannig að Steindi sé búin að breyta sér eitthvað algjör og þvælu Nei, sko stráka, það verða einhver stig hérna Ég get lofað eitthvað því Ok, Topp 3 nýjasti liður F9 blöð Hann mætir á sínum stað Við erum með sturla staðarindir Hvor er nettari varst að byggja líka? Já, mál er að, þú Hlustendur eru þystir í þetta Sko alltaf þegar Sveppi mætir Og leið og fólk viss að Sveppi var í dag Þá fær maður bara, sko Stundur segir maður, já, maður fær helling Ég fekk helling á Hvað er það skilaboðum. að tala um 5? Nei, Verður hreinskilin? miklu meira 10? Já, allavega Og þá fekk ég Þá fekk ég Verður gjöruglega hvori nettara Þegar ég held öruglega Ef minni er ekki að svíkja með að þú sett ósigrandi í hvori nettari Já, ég er líka bara svo liður í þessu Nei, ég Svo veit þá Ég veit setjum ykkur í aðstæðustrákar Og þið þurfum bara að svara með ykkur nettri línu Það er ekki flókið Nei, jú, það er nefnilega flókið En svo erum við líka með annan klefa sem við fórum í sem að eru að leggja orð í munn Sveppi bjóð til bullorð og Steindi átt að reyna að vinna úr þeim þegar hann var að ringja í Hókus Pókus og partibúðuna Það er nógum að vera Það er ekkit létt að vinna með Sigfló, Snúð, Úða og Neonlort Orðin sem duttu að inn En Sveppi, ég er að spája að gera þetta hérna sérstaklega fyrir þig Fyrsta lag þáttarins Hvernig líst þér á þetta? Er þetta Stones eða? Viltu meina þetta sé besta lag allra tíma? Já, ef að menn hækki ekki bótt núna þá er þetta ekki með sá Það er föstudagur í þessu Það er maður í stúdíónu sem vil meina að þetta sé besta lag allra tíma Sympathy for the Devil. Já, þetta er sturla lag Það er svo að stoppa þjóðsengin sko En við getum ekki, þetta er 7 mínútna lag maður, eða 6,5 Það er fólk sem er að hugsa bara núna, herru, við erum ekki komið slúður eða Þannig ég varða aðeins að lækki Þegar þú talar um fólk, ertu að tala bara um mannesku Já, bara fullt af manneskjum Þetta er alveg dögt í dag Lög séu svona löng Lög í dag er bara svona 2,5 Já, því að núna vill fólk bara að sé spilað oftar á Spotify sko. Það finnst lag flott
og þú ert með Spotify-reikning og viltu fá sem flesta hlustanir, þannig að þú vilt að fólk bara hlusta á þau 2,5 mínútur og hlusta svo aftur á það í staðin fyrir að hlusta á einu sinni í 6 mínútur. Já, þannig að þú ert ekkert endilega að reyna að gera eitthvað gott, þú ert bara að reyna að sinna einhverju skýta pakkjut í heim. Nei, svo náttúrulega fullt af fólki sem að semja alvöru tónlist og gerir 5 mínútna lög. Ég var til að fá comeback á 6-7 mínútna lögin og ég man eftir, sko, var ekki Metallica og svo hljómsveitir, þessi band fengi ekki út af spilun, sko. Bara öll Bonnie Tyler lög eru 5,5-6 mínútur, sko. En mér finnst næs að spila bara allt lagið í útarpinu, sko. Já, þetta er sturla lag. Já, veist, og nú Mick Jagger að öskra fyrir aftan okkur, sko. Já, og hann er undir, nú erum við bara allir saman, eða ekki eitthvað fallið? Mér finnst ég vera að trufla vinn minn. Já, herðu, ég ætla að byrja slúðubakkan á Matthew Perry. Þið vitið hver það er, eða ekki? Jú, og veitum hvað hann gerði. Já, það er okkar besti maður Chandler, en hann var að gefa út ævisögu og þessi ævisaga ýmislegt búið að koma fram í henni, en þar sem að fór svona fyrir brjóstaða fólki er að hann var rakkanir Keanu Reeves í bókinni sinni. Já, sem er mjög spes. Já, ég ætlaði að ræða það við ykkur og það kemur alveg tvisvar fyrir það sem hann segir, en Keanu Reeves gengur enn á meðal okkar og þetta er svona Keanu Reeves er held ég sé enginn í Hollywood jafnvel liðin og Keanu Reeves, hann finnst mér þetta stórfurðulegt. Já, hann var í raunin að segja, þú veist, hann var að lýsa til dæmis eins og dauða Chris Farley, hvað var í sorglegt og endar þetta síðan, þú veist, og síðan er, þú veist, Keanu Reeves lappandi á meðal okkar. Ok, gera það einu sinni með svona skrítin, að gera það tvisvar, þá er bara basically svona hafi eitthvað á mótunum, en hann vil meina að hann hafi alls ekkert á mótunum og þetta hafi verið bara eitthvað hann að skrifa og leið langt á milli og vissi ekki eins og hann hafi verið búin að ræða hitt, sko. En er ekki bara svona eins og ef að ég var að gefa út ævisögu og ég tala bara hvað er leðilegt ef að einhver dó eða eitthvað, skiluru og veist bara, veist, elsku besti prins Pólo er dáinn og svo bara Jón Jónsson ennþá meðal okkar. Já, en ef þú myndir gera tvisvar í bókinni þá er eins og það hafi eitthvað á móti. Svona eins og ég sé að segja brandara svo bara Jón Jónsson ennþá hérna, eins og mér langi handegi, en að því að hann er eiginlega fullkominn og frábær og yndislegur. Já, þú meina að því að Keanu Reeves er svo geggjaður. Já, þetta sé eitthvað svona grín. Já, en það er vissulega, en þetta var smá skrítið því að þetta var tvisvar og svo er líka bara, þú veist, það er svolítið annað að lesa einhvern brandara en að sjá framan í hann ef hann myndi segja hann, þú veist. Eina sem er með brandarann að hann verði skrítin er að því hann segir þetta tvisvar. Ég veit það og já, en þú veist hvað? Já, svona. Já, en hann sagði þess að í ykkur viðtali, hann hefði frekar átt að taka sjálfansæðnin sem ég er alveg sammála, það hefði alveg verið bara líka eiginlega miklu fyndara. En ef þetta er svona það sem að fólk er að pikka upp á bókinni, þá er þetta ekki nú áhugaverð bók. Nei, ég heldur eitthvað að Keanu Reeves er líka drullu saman, sko. Já, kannski er þið bara mjög góði vinir og já, það er ekkert heilt frá Keanu. There's no statement from him. Hvað ætti hann að segja? Svo honum sé ekki saman. Það er bara að vera að reyna að búa til úlvalda og mýflugu, sko. Já, reyndar. Eins og alltaf í slúðri. Honum er örugglega alls saman með það, en ég sammála Sveppa, ef þetta er það sem allir er að pikka upp, þá er kannski bókin ekkert endilega. Nei, ég held að fólki hefði bara fundist þetta skrítið. Hann tala líka hann hætti með Julia Roberts af því að hann var svo stressaður að hún myndi hætta með sér, þannig að hann ákvaði að dömpinu undan, en það var allt bara gekk vel í sambandinu og í því. Já, bara fram að Doomsday. Já. Ég held að hún sé bara nánast fullkomin. Var hann með Julia Roberts? Þegar hann var í Friends, hún lék í Friends með svo þeim tíma og eitthvað. Ertu að meina? Já, herru, næsta slúður er af Justin Bieber og Shawn Mendes sem eru sennilega 2 stærstu popstjörnur heims í dag ásamt í með þeir eru allavega uppi með þeim stærstu og herru, þeir eiga það sameiginlegt að þeir enduðu báði túri sinn snemma, voru hérna á heimstúr tónleika og kansölu fullt af bara blönuðum ívendum að því að til þess að yfirkeyra sig ekki, svo er bara að þeir gæti ekki klára túrin og eru núna að fara saman alltaf í kirkju og biðja fyrir hvorm öðrum they pray together fara saman í kirkjuna og biðja? Já. Fyrir hvorm öðrum? Já, og bara öllum fjölskyldu sinni og ég bara núna síðast voru þeir í Beverly Hills á miðvikudaginn og það er ekki vita hvort þeir að tekið lagið þar inni því að Justin Bieber aðvað til að taka lagið þegar hann kemur í messu þarna og en núna eru þeir eins og stendur hérna they are praying buddies. Hvað er það að tala um? Biðja saman. Það væri svolítið eins og við 3 myndum bara skokka inn í Hólabrekku kirkju eða eitthvað og biðja fyrir hvern annan bara Fellahóla kirkju. Þetta er bara veist, þetta segir manni bara það hvað fræðin getur gert í örglaðan, sko.
það er fullt af fólki sem fyrir kirkju svo, sko. Já, byggja fyrir hverju öðrum. Nei, það ekki bara okkur með öðrum. Ég held að kirkjuböndi sé sjálfgeft, sko. Eins og bara Justin Bieber, akkur er ekki bara heima þessar að byggja. Akkur smíður hann ekki bara einhverja kirkju. Ég meina það eru kirkjur hérna, þú veist, fólk fyrir, það er ekki að dissa fólk sem fyrir kirkju, sko. Nei, þú ert meira kannski, þú ert ekkert að monta, þú fer bara í kirkju og fer í kirkju. Það skulle vera komið bara í slúðublöðin, finnst mér svo sérstakt. Að þeir tveir eitthvað hauka sér og farið saman í kirkju. Mér finnst þetta vera meira eitthvað svona, hvað fræðin er að gera það á rugglaða frekar en að þeir séu eitthvað ofsalega trúa er á Guð. Það er svona fyrsta mitt. Já. Og ég meina, ég ætla ekki að dæma það fyrir það. Þetta er ekki alveg komið hingað allavega. Ég meina, þú veist, ef einhver hringir í því blöð, viltu komið, taka eitt golfring, viltu komið í sund eða bíó eða eitthvað. Já. Viltu komið í kirkju með mér á eftir og við hérna lokum með honum og beðum fyrir hver öðrum og förum með stöðuna. Ég meina, ég er mikil Jay-Z maður en það hefur ekki gerst. Nei. En ef ég myndi ringi í þig, Sveppi, segjum bara þig að því ég veit að Steindi trúir ekki, þú trúir aðeins. Trúi ég á Guð? Það ekki? Ég hef aldrei pælt í því. Ok, hann allavega trúir alls ekki. Trúir að sjálfa sig bara. En ef að ég myndi ringi í þig og beða um að koma í kirkju að beða með mér, myndir þú að gera það? Nei. Af hverju? Ég myndi halda að þetta væri brandari. Bara hvað er þetta ruglaður? En ég byttu bara heima þér og ringdu svo í mig. Já, ég gerir það bara næst. En þarfst ekki blöð að því að nú ertu grjótharðu Jay-Z maður. Þarfst ekki að fá eitthvað svona buddy með þér í það? Já, ég ætla bara að skoða þetta. Nei, ég reyndar þér ekkert mikið í kirkju. Ég er náttúrulega alin upp amma mín og afi og rosalega trúi. Já, það er enginn að skjóta. Og það er fólk gerir bara sitt, sko. Þeir sem fara í kirkju, fara bara í kirkju og ef þeim líður betur þá er það bara frábært. Já, það er bara mjög gott. Já, fara í heitan pott er líka ógeðslega næs og kaldi og heiti og allt þetta. Þú finnur bara þitt, sko. En vitið þið hvað það er? Með þessar kirkjur þá er samt eitt einna sem ég held nú að allir geti verið sammálum er að það mætti gera þær þægilegri. Það er náttúrulega verið að passa upp á sopnir ekki. Nei, ég er að segja, þú veist, sko að því ef ég fer eitthvað þú veist, nú er ég bara ekkert að grínast skilur, þú veist, ef þú, að því að ég hef ekkert að móti kirkjum, ég hef ekki að móti neinu. Við skulum hafa það á hreinu. Já, auðvitað ekki. En ef þú ætlar að fara, það þarf að vera þægilegt. Eins og ef ég fyrir bíó, þá ég fær aldrei í bíó að það væri óþægilegt. Þú væri til í svona luxusal. Þannig að ég segi, þú veist, akkur er ekki búið að gera miklu betri sæti. Já, þú veist á luxusal í kirkjuna. Já, þú getur líka bara að borga meira að geta fikið. Já, fá bara prest í luxusal í sambíðan. Nei, ég er að segja, sko, þú veist, ég veit ekki samt hvað ég á við. Jó, en við erum komin langt út fyrir slúður. Ég ætla að enda þetta á Kanye West en ég held að sé allir orðnir þreyttir á slúðurinn. Hann tapaði $2 billion á einum degi og Zuckerbergin tapaði sko 100 Já, náttúrulega ekki hann eitt, bara allir fjárfestar. En það er búið að vera svo mikið með Kanye að ég nenni ekki eins og að fara í það og við skuldum líka auglýsingar fyrir löngu. Var þetta ekki ágætið slúðubakið, Dreki? Þið voru ósætti með Shawn Mendes og Justin Bieber. Ég maður sá þetta fyrir vikunni bara á Vísi eða eitthvað. Nei, ekki þetta með Justin Bieber. En var það nýtt? Það var að bakast. Slúðubakið dagsins, ég er eftir smástund Sveppi í Sverða. Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og já, við erum ekki beinn útsendingu núna, við erum konni í klefan góða og við ætlum að nýta okkur, ég ætla að henda rétt lið, Steindi rétt og mættur, við ætlum að taka klefa með honum líka en áður en hann kemur ætlum að henda þér í dagskóliðin Sverða. Já. Og hann er ekki flókin. Nei, en það sem að mér finnst skemmtilegt og við Steindi erum eiginlega búin að nýta alla fjölskyldu okkar en þú hefur ekki komið í þennan lið hjá okkur. Nei, ég veit þetta ekki þetta finnst sko Þetta er skemmtilegt sko, eina sem þú ert að gera er að hringja. Ég hef aldrei prófað það. Nei, þú ert basically bara að hringja Ég er að hoppa í djúpi. Hringjum í fjölskylduna hérna veljum einhverja nokkra aðila og þú átt basically, þetta gengur bara út á að segja hérna, ef þú svara einhverju, bara á sverðu það. Já. Þetta er ekki flóknara það sko. Ok. Og reyna að halda, þú veist. Já, gamla góða. Gamla, já. Eins og að veiða fisk. Já, draga inn, draga út. Leifa, já, ok. Á ég bara hringja í mömmu, pappa og yngvar eða eitthvað? Já, bara ekki, hringi bara í þau öll þrjú. Það er alltaf fólk sem ég tala ekki við í dag, þú vissir því. Þú varst ekki búin að heyra það stóra skellin? Nei, ég var ekki búin að heyra. Það ég prófa. Byrjum á, hvernig ætlaðu að taka fyrst? Yngvar? Já, byrjum á Yngvari. Ok. Hann gæti fatt, ég veit ekkert út í hvað ég er að fara, sko. Hvað segir þú? Hvað er þið að gera? Ég er hérna nýri vinnu að gúfi með mat og verið að fundi hérna með yfirstjórn fyrirtækisins. Já, ok. Hvað, sverðu það eða? Sverðu það? Já, ég sver.
Hvað ertu að vinna allan daga? Já, svona mest mögnis, hvað það bara? Nei, bara hvernig helgin var. Hvernig helgin er? Er fríð að fljúga? Já, sko, við erum að fara í mat í kvöld í Tengdó. Þú sverðu það? Já, ég sver það. Okay. Og hvað svo? Ég bara lofaði því. Hef ég eitthvað til að vera að ljúga þegar ég er að gera í vinnuna? Nei, ég veit ekki. Ég bara... Nei, alls ekki. Svo erum við að fljúga á morgun og þriða og þá ætla ég að fara í golfhermi. Ætlar að taka strákanum með? Já, ég var náttúrulega bæli yfir. Heldur að Bergur vil ekki koma? Jú, get ég komið? Já, ég er að fara með börnin og þessum er tilbúið. Sverðu að ég með koma það? Það er brönglega þetta. Ég út að sætti það eitthvað. Hann er að pönka með hann upp í blöð. Þetta er ekki flóknar en þetta. Þetta er eina sem við vil. Nú þurfum bara að hringja einhvern annan. Segðu bara bæ. Býttu, á ég að hringja í pappa það? Já, hringdu pappa. Eða mömmu? Já. Fyrirgæðingar minn í tröfli. Allt í góður. Ég er bara svo leir í höndunum og öðum blandal. Góða skemmtinn, það er heilsu öðum blandal. Þetta er svona munun á vinnudeginum ykkar. Hann var á einhverju fundi á fyrirtækinu sínu. Hann var að fara á fund með yfirstjórn fyrirtækisins. Og meðan þú ert að hringja með mér og beða fólk að sverja. Ert að hringja mömmu eða pappa? Ég ætla að hringja bara í mömmu. Ég veit til dæmis að dóttir mér fekk lánaðan bílinn hjá mömmu í gær. Bara fekk Þórdís bílinn að sverða. Já, bara veit ég sverða. Ég byrjar að hringja. Æskan. Nei, hvað segirðu? Ég sé alltaf fína. Ég sitt hérna í lit og klippingu. Nó, sverða? Í lit og klippingu? Já. Ger mig fína fyrir helgina. Nei, ég segir Já, löng helgi fram. Já, æskan, ertu búin í þessu tökuvissinni eða? Nei, ég er frí í dag. Já, ok. Ég þarf einmitt að renna því Þórdís fekk bílinn í gær. Hún skildi eftir lyklan og bílinn bara heima sá með kaffi hjá ykkur. Sverðu það? Sverðu það? Hvað segirðu? Sverðu það? Sverð ég það? Já. Að hún hafi skildi lyklan eftir heima hjá ykkur? Já. Nei, hún sendi á mig í gærkvöldi. Já, ok. Hvað er þetta bull í mér? Nei, ekki neitt, bara því að hún kom svo seint. Já, hún skilaði bílnum bara niður og Egill sótt hana og svo lit hún lyklana bara að við vorum sopnið, sko. Kom Egill? Já, ég veit ekkert hver sótt hana. Sverðu það að Egill hafa komið? Nei, ég veit það ekki. Hún sendi á mig að bíllinn væri komin heim og lyklarnir verði heima við kaffivélina. Sverðu það? Já. Já, ok. En hvernig er sunnudagurinn? Hvernig er sunnudagurinn hjá mér? Já. Allt er góðu bara. Ekkert að vera. Nei, ok. Nei, þú sagði að það var eitthvað fyrir helgina. Ég held að það var að fara að gera eitthvað. Já, nei, þetta er bara klipping reglulega 8 manna vikna fresti. Já. Leiri, við erum að fara í sviðamessu til sig á morgun. Pappinn að fara að djamma, það verður að kveðja Ómar í kvöld. Býtu, Ómar? Sverðu það? Ómar Einarsson að vera að kveðja hann. Sverðu það? Hvað? Akkur er þetta bylla svo? Nei, ertu eitthvað í bílnum að keyra? Nei, Sverri Þór, Herru, ég er bara hérna að slaka á í klippingu. Og hvað, viltu hringja í mig seinna? Þegar þú getur bara kent Auðunni Blöndal þetta. Já, þið veistu það, ég þoli ekki það að Ríksson í mig, ég renn sveitna hérna. Það er þjóðin að hlusta. Nei, fyrir ekki, ég ætlaði bara að heyri þér. Heyrðu, mér er svo gaman að heyri þér, ég heyrti þér alltaf vikunni, ég heyri þér, þú ert ekki útvarpi. Ok, já, bye. Vildu reyna að babba þenni í lokjörna? Þetta er svo mikið veisla, ég elsk þetta. Ég gæti setið henni allan dag og gerst þetta. Mér finnst þetta svo gaman. Það er ekki pappa? Já, endum á pappa hennu, það var öll familja ákomin. Beidu, hvað sagðum? Þú getur tengt það eitthvað? Já, hún er í klippingu. Já, Ómar, að vera kveðja Ómar. Já, að vera kveðja Ómar, já. Já. Hæ? Þetta. Hvað segirðu? Hljómið gott það. Ertu heima bara? Ertu heima? Ég er heima, já. Sverðu það? Ég er að búa myndir að fara í dag. Hvert? Það er að kveðja Ómar Einarsson. Sverðu það?
Sverðu það? Sverja það? Já, þetta sverja það. Ég líði. Hvað er það haldið? Nú, það í Laugardalshöllinni. Já, bara í Andrinu eða eitthvað? Já, það örugglega ekki selnum, sko. Nei. Það nóg pláss þar. Já. Og allir að fara þangað? Já, svona þeir sem gamle vinnufélagar og svona. Já. Hvað hérna, ertu búin að heyra, hvað mamma? Ég var eitthvað að reyna að hengja mömmu. Já, hún í klippingu og þá tekur hún ekki síman, sko. Sverðu það? Ha? Sverðu það? Heldur hún takk í síman í klippingu? Nei, ég veit ekki. Á ég að sverja það eitthvað. Hvað er í gangi? Hvað er þetta? Nú veit ég Það er ekki mikið. Sverðu það? Shit, hvað þetta fyndið. Ég er hérna með Auða og Steinda og þeir voru að beða mig að hringja alla sem ég þekki að beða að sverja bara. Sverðu, ég átti einu sem ég átti að segja var sverðu það. Þetta er eitthvað gert fyndið. Það er nefnilega heila máli, sko. Heyrðu, þá er ég búin að trufla allir fjölskyldunni. En hérna, hvernig er þú búin laus? Hvernig er þú búin? Ég er búin hérna kl. 6. Sverðu það? Wow! Svona enda þetta. Doppeltekinn. Já, bæ. Geggjaður, sko. Þetta þarf ekki að vera flóknara. Shit, hvað þetta var fyndið. Þetta var upp á dagsjálfinu okkar. Sverðu það. Sverja til hvers? Við hvernig á ég að sverja? Gaman að þessu, ég segi alltaf hún að það verði gaman að þessu. Þetta var veisla. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það eru Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Enski boltinn alla helgina í Keiluhöllinni og sjálfsögðu Halloween. Drengir, fagnir þið eitthvað Halloween? Já, heldur betur. Ég er nú ekkert mikill svona Halloween-gæi og búningar hafa alltaf verið mitt vesennis og þú ert stundum með búningapartí. Já, sem ég þarf að fara endur ekki. Já, eða ekki. Að mér fannst þetta alltaf góð hugmynd þegar það voru svona 3 mánuðir í búningapartíið. Svo þegar kemur að þessu, þá er ég bara fuck. Já, bara að græja. Búningapartí, ég þarf að græja þetta. Og það er tvennt ólíkt með búningapartí sem þú ferði í eða hvort þú ferði til Auða. Þú getur komið í búning til Auða, en hann getur alveg orðið sár út í þig ef að þú er ekki lagt metnað. Ég var að fatta núna að ég á eftir að græja búning. Það er náttúrulega risa. Við erum alltaf með Halloween party, sko. Já, en sko reglan var, ég var aldrei sár, en reglan í búningapartíinu mínu var ef eitthvað spyrði hvað ertu, þú átt að taka staup. Af því að þetta átt að vera þannig að fólk átt að allavega, þú kannst ekki eins og Egill kom einhvern veginn í einhverjum frakka með einhvern hatt og bara ég er Humphrey Bogart, maður bara svona, í hvaða mynd? Þá setti ég þá reglu strax. Þú varst allavega að geta að spotta hver þú átt að vera. Já, ég man bara eftir einu mómenti þegar við vorum í búningapartíu Auða, ég var Woody í Toy Story og kona mín var Bósi Ljósár, æðislega búningar. Já. Og svo þegar að rútan kom átt að skuttla allir niður í bæ og algjört partí og Auddi var að leika einhvern álf úr Lord of the Rings eða eitthvað Hobbitin þetta ekki álfur og með svona hártopp geggjöð myndaður að setja kvöldi þegar eirun eru hálfdottin að þér og komin í einhvern póker hann pastur og ég man alltaf mómenti að því að ég tók með mér föt djamföt til að skipta gallabuxur, bólur, leðjaki, spariskór. Það er ekki í bænum með húma fyrir Toy Story búningunum. Nei, ég nefndi því ekki. Ég elska að segja ennþá spariskór. Þú tókst með þig bara skó. Já, það er svo fín spariskór. En ef það sveppi kalla bara, það er alveg sama hvað merkið er. Ef hann á eitthvað svona svarta lakkskó eða eitthvað, þá er það spariskór. Það er spari. Og svo þegar allir fara út í rútu, þá lömust við hjónin inn á klósett og skiptum föt og svo kom ég bara út í leðjaka og svipurinn á Auða með álfa eirun alveg bara skiptur föt? Farin úr búningnum? Ertu farin úr búningnum? Já, nei, ég ætla ekki í búningnum í bæ sko. Það er allir að fara í búningnum í bæ sko. Og hann ætla full út í mig og að sjá mann sem klæddur eins og einhver álfur og Lord of the Rings
Hann var Frodo. Það var Frodo Fulli Frodo Það var geggast En við sem sagt erum búin að kaupa búning við hjónin sko Já, fyrir Halloween Já ég farið í þetta þegar strákvöldunar aðeins eldri Því ég dyrka Við erum að fara bara í fullorins partí sko Já, ok, nice Hvað, í kvöld eða? Í kvöld? Fuck the kids Nei, ekki í kvöld, nei Annað kvöld Annað kvöld? Nei, næstu ekki Næstu ekki, það er Halloween er á mánudaginn Nei, Halloween er á sunnudaginn Nei, Halloween er á mánudaginn Er það mánudaginn? Við erum ekki, sko, það er partí Já, það er bara núna helgina og svo er Halloween partí næstu ekki Já, greina það Ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig seniorinn mætir heim til mín á sunnudaginn, sko Hann mætti síðast sem svo skrítinn trúður, þú veist, að því að það vera trúður er bara trúður Hann mætti sem einhver svona horror trúður Já, ég bara heimta mynd þegar hann mætis Já, ég sendi þið mynd En við erum að fara í dagskólið núna sem heitir Þekki eða ekki, drengt Ég ætla að sjá hann Þú sérðum hann, þannig að sko Þú náttúrulega kannt ekkert á takkan Ég er búin að vera einn í 11 ár og nýbúin að læra á Setur ekki bara repeat á lagið? Já, þú myndir ekki kunna það, ég kann það Ég ætla að setja lagið á hérna núna Repeat, þetta er bara eitt svona takki sem er myndið á svona 2 streikum Hvar er hann á græjunum? Á græjunum? Herru, ég get lofa þér Ég ætla að setja lagið á Þegiði maður, skiptir einhver mánu með drullum okkur í þetta Lagið er komið undir, þannig ég skal bara hoppa fram fyrst Þá get ég svo bara verið á tökuna sem eftir þér Það var bara ég og Shroom hérna eftir smá Já, nei, eftir smá, það er bara núna Já, stöktu fram Þú mátt ekki að heyra það? Nei, ég er farin Já, dríðu þá Drullar út að ná get Hvað er þetta að hlaupa um? Hann er ná í fullt að dóta Hvað er það að taka allt út í það með? Herðu, Krull Hvernig ertu? Geggjaður, djúðlega það er að lausa Já, nú er bara 2 sko Er þetta, já þannig að þú spyrir mig eitthvað um þetta og ég þarf, já, við erum farið í þetta Manstu þið vorum að skrifa steipuna og allt þetta Þá vorum við að skrifa daginn Svo fór Öddi Þá fórum við að skrifa þessa skrítnu skelluna Þá var enginn að vakt þetta Öddi var langt í burtu þegar við skrifum Batta skinku Hvernig var þetta að skrifa? Já, þetta er, Þessi er inni, sko Þessi, já, hann rætta inni, já Hvað heitir hann? Hann er Batti Skinka Má ég lesa hann? Nei, þú mátt ekki lesa hann Nei, Batti Skinka var mástu sem við gerðum í lunch Það var hádegisli og við vorum alltaf að djóka með þetta Já, okkur vantaði Já, það var ekki handrit á honum Við bara svona, herru, við sveppi Við fengum bara tökumar, við fórum bara 3 Fórum út og tókum Batti Skinku Það var ekki handrit á því Það vorum bara allir í mat Herru, ertu klár? Já Við þurfum að taka svona sögur setna Já Eitthvað svona bara Bransasögur? Já, eitthvað svona, þú veist Mást ekki þú komst í mín og ég þurfti að setja auka nariður í poka Já, var veikur Þú varst veikurinn og klósti Já, veikur Með niðurgang og já, þú sagði bara Sigrún Hvað eru nariðurnar? Settu í bakpoka fyrir hann Konaði var, sko þetta var klukkan 7 morgun og hún var klætt eins og hún væri bara á leiðinu ásatíð Já, hún var að fara að vinna Já, þetta var aðeinslegt Ertu ready? Já Hvað fer mest í taugarnar á þér við Auða? Þú veist að þú bara, ég veit þú elskar Auða, skilur við Þið eru æsku vinnir og bestu vinnir og allt þetta Við þurfum að horfa fram hjá því Hvað fer mest í taugarnar við hann? Já Þú verður bara að segja eitthvað Það fer kannski mest sko ég veist að ég veit ekki hvað það er það er svona, það er alveg svona fullt af hlutum sem fara smá í taugarnar Já, en það er ekkert eitthvað hvað er það svona eitt sem er óþólandi við hennan gæja? Sko fyrir mig, ef ég ætti að svara ég myndi segja náttúrulega hvað hann er svona hvað hann er ofstundvís en ég veit að þú ert það líka Já, það Þú veist, ef þú ætti að mæta klón 7 þá mætir hann hálf 7 Já, þarna er þú að sko Já, ég veit það barking up a wrong tree, sko Ég veit það Nei, það sem að myndi kannski færi töðurum er það, sko hérna, svona hvað, hérna, þegar að plana eitthvað og svona veist, eins og ammali sitt eða komist í þarna og eitthvað svona og ef maður kemst ekki að verða svona genuine full út í mann svona ok, vorum við ekki búin að tala um þessa dagsetningu? Já Jú, ég veit það, en ég kemst ekki, við erum að fara að gera eitthvað ok, hann verður svona alltaf eins og heimurinn sé að farast Já, bara þótt þetta sé bara lítið matabóð Já, eins og bara með ammali hans og svona Já Sérstaklega ammalið, sko Já Hvernig myndu við svara þessu? Er þetta þá basically að sé fyrir mest í töðunar við blöðaran er að hann bregst illa við þegar að þú kemst ekki í einhver íventa hjá hann Já Verður svona, það er alltaf eins og maður sé að særa Já
Þannig sé sko Þetta er gott svar Þetta er það? Þetta er heiðarlegt svar Ok. Þegar þú kemst ekki í eitthvað sem hann er að plana Já. það er bara svarið Það var langar að sinna honum sko Já, maður þarf alltaf að sinna honum aðeins Næsta spurning, hversu svalur finnst þér þú vera á skalanum 1-10? Ég? Já Sko, ef ég ætti að dæma þig Sveppi 10 Vá Já Takk maður Þú sagðir í byrjun þáttar að þú væri ekkert að reyna að vera töff Þú værir bara töff Það eru nokkri hlutir sem að Ok, segjum sér svo Þú veist að klæðnaður og sama, þú veist, það er ekkert sem getur annarkvort ertu bara, það eru bara allir ákveðið töff, sko Já Þú getur ekkert reynd að feika það Nei. Þannig að hvað ert þú? Ég myndi Mér líður eins og 8 Já, þú ert 8 Já 8 Já Það eru svona Mér leiði svo 10 fyrir 3 árum Já, ég mitt Skilurðu? Já, Það eru svona nokkri hlutir sem er að rífa niður kúlið finnst mér Já, maður lekur svona Já, niður. maður er að leka, veist, þetta er svona maður er farin að vakna og undan vekjara klukkunni Já Þetta er eitthvað sem þú kaupir þetta ekki út í búð, sko Kúlið? Nei, þetta er ekkert eitthvað tilbúið bónus á kúli, sko Nei, alls ekki ég hef aldrei séð það Þetta er ekkert pakkatilbúið í krónunni Nei, bara glemdu því Hvaða dýr tengjuru mest við? Og þá var ég að tala um svona hvað er svona þitt spirit animal Skilur Svona spirit animal Þú veist, hvað dýr tengjuru mest við? Hvað dýr er Sveppi Krull? Nú er náttúrulega föstudagur Það geti eftir áhrif það er mjög langt síðan að ég fengi þessa spurningu og ég held mig ennþá við ekki þessa spurningu, þá bara hvað dýr ertu eða hvað langar að vera eitthvað svona sem ég tengi mest við, það er mitt spirit animal er þvottabjörn. Er það þvottabjörnin? Já. Þvottabjörn? Já. Hann er svolítið svona lævís. Hvað heldur ég sé? Já, eða þú veist, Lævís. hefur ekki séð vídeóið, það er klassíst þegar hann hleypur svona og tekur mat úr hundadalli og hleypur í burtu. Já. Þvottabjörn? Þvottabjörn. Svona lítill, krútlegur. Já, ég sagði svín, sko, við mig. Þig? Já, svo fór ég að hugsa eitthvað, ég veit það samt ekki, sko. En ég er svona, þú veist, mér er það þægilegt að fara í sófan og... Já, og vera svona, já. Já, það er svona, þú veist, já. Ekkert alltaf í sturtu. Ég er aðlæta. Já. Nánast, sko. Já, bara hvað sem er. Já, það er ekki allt of svona ég stýn en maður fyrir ekki bara í ísu á mánudegi. Nei. Þá fær maður eitthvað annað. Já. Hvað finnst þér fyndnasta, þetta er síðasta, hvað finnst þér fyndnasta atrið í 70 myndum með Ödda? Já. Þannig að þetta er ekki bara í öllum þáttunum, þetta er rauninni bara hvað, þú veist, að ég nefndi eitthvað eitt. Já, þú þarfst að rifja eitthvað upp, þú veist, ok, að djúvill að fyndi þegar Öddi gerir þetta í 70 myndum. Já. Eitthvað atriði, væntalega, eitthvað innslæð, þetta er væntalega ekki stúdíó. Já, sko, það sat ógeðslega lengi í mér atriði sem Öddi, það var náttúrulega þegar við vorum tveir, sko, að fíblast, þá fannst mér hann ógeðslega fyndinn. Voruð þið tveir lengi með þáttinn? Nei, Simmi var alltaf með okkur, sko. Já. Simmi var alltaf í stúdíónu, en ég og Öddi fórum og tókum uppfalda myndavélar og stjórnun og allt þetta. Fóruð á vettvang? Já, við fórum in the field. Já. Það var, mér fannst þegar að, það var eitthvað moment við það þegar við tókum upp í fyrsta skipti fríkað úti. Þá fórum við einu sinni í mánuði til útlanda. Þetta var svona fyrsta ferði sem við fórum í. Við fórum og hittum Eðsmára þegar hann var í Chelsea, tókum upp eitthvað atrið með honum og svo fórum við út á götu í London að fíblast í fólki og þar tókum við upp atrið, við vorum þunnir og við vissum ekkert hvað við áttum að gera. Var þetta ekki svolítið þannig að þið fóru út í 30, 20 eða 2 og tókuð upp á sunnudeginum? Já, það er svona stundum. Já, á dattinn. Já, það var svona, við kannski náðum upp einum, við þurftum alltaf að koma með 8 atriði heim. Þetta er mikið. Á stundum sem að við þurftum að taka upp kannski svona 5-6 atriði á sunnudeginum, en þau eru oft best þegar maður er í galsa. Já. Og en það var atriði sem við tókum upp pínu þunnir og urðum að klóra upp og gera eitthvað. Og það var þegar við vorum að hlæja fólki. Já. Þegar Öddi gerði það, mér finnst það ógeðslega fyrir. Var það basically þá svona þú ætti að taka viðtöl og svo ætti að hlæja? Já, tekur viðtöl við einhvern og Öddi spurði so, do you live in London? Gæinn, leið og gæinn byrjaði að svara þá byrjaði Öddi að hlæja. Ég man eftir fór að hlæja og gæinn bara oh my god, so how long have you been in London? I live here, like I've been living here
What's so funny? Já. Mér fannst þetta svo ógeðslega að fyndi að mér langaði að prófa þetta og við tókum upp piltadrið. Þar fannst mér það þá alveg táraðist ég og hlátri á baku myndavélina sko. Vistu hvað, ég hefði hugsað í fljótu. Mér fannst, í minningunni fannst mér alltaf svo fyndið að voru að nerra fólk í búðinu og úða á það. Já. Djöfull þar að fyndið maður. Herðu, ok, þetta er komið. Ekki? Jú, bara geggja, þetta grínast. Þetta er bara, þú veist, við erum að tala þú ert 8, þú ert þvottabjörn, blöðar en hlóa fólki og svo bara þólur ekki þegar eitthvað planja honum Já, ok, ég get útskýrt þetta betur eftir. Já, þú ert útskrifaður, það er bara þannig. Útskrifaður. Herru, kemur sköllótta og sællinni. Sæli. Herru, þú þarft að fara, sko. Já, hvað er þú? Máttu ekki tanga. Nú er bara blöðarinn komin, þetta er keppni, sko. Já, ég held þetta að aldrei vera búið. Jú, við þurftum að fara yfir stöðuna. Ná, ok. Auðun Blöndal, velkomin aftur. Já, þakka fyrir það. Sestu við takana. Já. Lagið mallar ennþá. Já, að því ég setti 10 í gang. Já, þú ætlar að kenna okkur það setna. Já. Herru, tilbúin, ef við ekki bara vinda okkur í þetta. Jó. Hvað fer mest í taugarnar að þér við Sveppakrull? Og sama og ég sagði við hann, ég veit að þú elskar krullan, en það hlýtur að vera eitthvað sem svona stundum pirra þig. Já. Það ekki. Það er, jú. Þarftu að dig deep eða? Nei, ég er svona spáði hvernig orða. Ég kallaði oftar hann dettur í töffaran. Já. Þá basically, fyrir að við erum ekki staðar og það er ógeðslega gaman, en hann er alltaf orðin svo svalur og hann er byrjað að rakka allar niður einhvern veginn og ég kalla ekki detti í töffaran, eða til dæmis. Býtast að tala bara þegar hann dettur í krösti, þegar einhver er hann? Nei, bæði það og líka kannski, það er verið að byggja okkur að gera eitthvað, við erum náttúrulega búin að vera saman í 21 ár, í kringu hvern annan og kannski var verið að byggja okkur að leika í auglýsingu í gamla daga, hvernig sem það var. Og hann byrjaði að svara svona sem að ég kalla bara Sveppi, ekki detti í töffaran. Ég held að hann viti nákvæmlega hvað ég er að tala um, en þegar hann svona dettur í töffaran og finnst hann too cool for school, þá verður hann til þetta mér. Ok, við þurfum á eftir þegar hann er komin inn að krifja þetta, sko. Já. Ok, hversu sval, þú hefur spurt með þessu, hversu svalur finnst þér þú vera á skalunum 1-10? Nú komið að þér að svara, sko. Þetta er ekki þægilegt. Nei, ég finnst. En þú veist, að því að eins og ég sagði við Sveppa líka. Já. Það er ekki, þú getur ekki farið út í búð og keiftir eitthvað kúlstík. Nei. Þú ert bara ákveðin. En ég veist, besta líka bara er að vita sín takmörk, veist, ég er ekkert voðalega svalur náingi, sko. En það getur gert þér rosalega svalan. Já, 0-10. Já, og byrju, áður og svarar. Já. Svölustu gæjarnir veit ekki neitt að því, sko. Bara svalur. Já, veist, ég veit ekki. Ég myndi að segja bara svona. Nei, ég spá aldrei hvort sé svalur. Nei, þá ertu 10, sko. Nei, ég segi svona 7,5. 7,5. Það er ekki ágætis. Myndur ekki alveg gefa mig það, 7,5. Ég hefði gefið þér eitthvað herra, persónulega, en þú er að ráða þessu. 7,5. Ok, 8. Er það ekki? Ég myndi að núna bara, þú veist, beint eftir þátt ákveður að skella þér eitt ring og lappi í kringlun og vesli í tömmu búðum og fara á Stjörnutorgi og fólk horfir á þig. Það svalt. Þetta er fokki svalur, þetta er blöð, þetta er svalur, sko. Já, það var basically þetta að spyrja mig hversu þekktur ertu á skalanum 0-10. Því að ef að svalur. Nei, það er allt annað, svalur. Þú veist, ég líka að tala um að kannski hjálpaði til af því að maður er þekktur, jú. Já, en ef þú var að lappa í útlöndum, skilur þú ert bara að lappa í útlöndum, heldur að fólk myndi hugsa bara, wow, þessi gæi svalur. Alls ekki. Það er það sem ég er að meina, sko. Nefnum kannski, maður er búin að henda sér eitthvað fín föt og eitthvað og ég veit ekki, ég ætla að gefa mér 8. Það er ekkert eðlilega svalur, sko. Það er mitt svar, sko. Herðu, næsta. Hvaða dýr tengjur mest við? Og þá erum við að tala um spirit animal. Já, ok, þú ert að taka allar spurningar sem ég hef verið að spyrja. Já, ég er að taka best of. Ok, ég fýla, ég er ekki að rakka niður, alls ekki, ég hef aldrei svarað þessu. Ég sagði svín, sko, þannig að ég ætla að vona að þú takir eitthvað, ég sá eftir því. Svíni? Já, í smá, sko. Það tengi mest í svín, það er alltaf stór fyrirlega. Svo fór ég líka að hugsa það, ég ger það ekkert. Þú veist, jú, mér finnst alveg gaman að fara upp í sófa og horfa á vídeo eða eitthvað, en er það svín? Minna, það getur verið hvað dýr sem er, sko. Sko, ertu ekki hákallinu? Nei, mér finnst að ég segi þetta dýra því að ég er ekki það, ég er miklu meira hundamaður heldur en kattamaður, en ég held ég er ekkert svo ólíkur ketti. Ertu ekki lion? Jó, mér langaði að segja ljón, það er bara svo astnalegt. King of the jungle einhvern veginn. En náttúrulega ljón er kattadýr. Já. Þannig að, þú veist, að því að kötturinn þú ert að vinna þér inn virðingu hans. Já, menn að hundur kemur bara strax og er bara
glaður við alla og dýrkar alla, en þú þarft í rauninni kötturinn, hann nennir ekkert ef þú kemur bara beint til hans og bara, hvað segirðu gott? Og kötturinn fyrir líka sína eigin leiðir. Já, ég myndi, þó ég sé elska hunda meir en ketti, þá held ég tengi svolítið við köttin samt. Það ætlar ekki að fara millileið ljón, köttur, viltu fara tíkastýr? Nei, ef maður segir ljón þá er það líka rétt. Ljón, köttur, svona kattadýr. Ha? Kattadýr? Þá getur þú alveg sagt bara nagdýr og verið öll bara... Ok, ég segi köttur, út af ástæðinu sem ég var að segja. Ok, köttur. Já, you need to earn his respect. Það er rosalegt, út með 9 líf og þú veist það. Nei, ég reyndar ekki með það. Það er rosalegt, ok. Síðasta, hvað finnst þér, þessi blöð, haltu þið fast, sestu niður. Ok. Hvað finnst þér fyndnasta atriði 70 mínútum með sveppakrull? Of all time, þú veist að þú... Hvað voru lengi? Þú veist, þið voru í 10 ára? Nei, við vorum saman í 4 ár í... Svo strákan. Ég er alveg að taka það inn í þetta sko. Ok. Ekki bara 70? Nei, ég tek allt inn. Líka þegar við fóruð yfir á stöð 2 með strákana og allt þetta. Þú veist, þetta er sami hópur sko. Já, en ég sé samt að hugsa 70 sko. Finnast það svona atriði með krull? Svo kemur við hugan sundbólurinn og þvottastöðin? Já, kemur beint upp. Ég man hvað ég hlóð þegar ég var að taka upp. Þurfum að hlæja Bretum. Ég veina að hlátur þegar hann var að hlæja. Svo þegar mig á sig fannst mér verulega fyndið. Er það ekki með sigurinn eða? Nei, svo fannst mér ógeðslega fyndið þegar hann var að láta bakka á sig. Bakka á sig? Býttu, akkur hef ég ekki... Hann farið myndaðil og hann var alltaf... Já. Og þá var kona huggan, hann bara í svo lítill og eitthvað, já, okkur þetta hlaupa fyrir bílinu og svona lítill, eitthvað, ég veit ekki, ég var svo lítill. Það bara að segja það? Ég segi það eða bílaþáttastöðin, maður. Ég segi, ok, bara hreinskilið til að vera Bakkan. Já, samt held ég að hleyji mest á hann þegar við vorum í London í Fríkóti og vorum að... Þú voru að peka eitt? Ok, ég ætla að segja þegar maður að hlæja Bretum. Ok, býtu. Það er það atriði þegar við vorum að taka upp og hlói mest að þið, sko. Ég gæti alltaf haldið á kamerunni, sko. Ok, hvað heit það? Fríkóti? Já, Fríkóti, hlæja Bretum. Fríkóti, hlæja. Já. Herru. Sveppi! Hann heyrir ekki okkur. Við þurfum að hendi ykkur klukkan. Var ég ekki miklu snegri? Jú, við þurftum að fara í stöðu. Jú, þú varst snegri. Já, það ekki. Jú, meira spontant. Já. Herru, mætir Sveppurinn. Þannig er hann... Er keppniskapið Sveppi í þessu? Ég standi ekki vissum að þú hafi verið stýttir í blöð. Nei, kannski ekki. Man finnst það kannski bara að maður sýtur að það við prentara. Já, það er svolítið einmannlegt. Herru, það er ekkert partí frammi. Nei, ég verður að tala við hana. Já, það ekki. Það er einn og eða að fólk er að tínast út. Klukkan er að vera, hún er kortur yfir 5. Herru, ok, drengir, ég ætla að renna yfir þetta. Ég spurði, þetta eru 4 eins og alltaf, hvað þið mest í taugarnar við Ödda og við Sveppa, og ég ætla að byrja þér, Sveppi, af því að þú ert gestur. Hvað fer mest í taugarnar á blöð, svona í mínu fari? Þínu fari? Hverju svaraði ég? Já, hann er örgulega svarað í svona, það sem að fyrir taugarnar á honum er þegar ég detti í töfran. Þegar þú dettur í töfran? Já, það er svona fyrsta sem er dettur í hug. Varst það hlera? Nei. Hæ? Sagði það? Þú er átt af því, við erum búin að saman í 21 ár. Ég er búin að kalla þetta í 20 ár. Akkurat þetta, þegar hann dettur í töffaran. Nú er ég ekki að grínast þér, þetta var orðrétt. Þegar hann dettur í töffaran. Og veistu hvað, ég náði ekki einu svona að fá almennilega út í hvað það er. Af því að nei, þetta er svona, ég var að reyna að útskýra það. Það er bara svona, þegar hann allt í hennu, allt fyrir, ekki hennar good way. Það er allt byrjar að fyrir taugarnánum og það er allir fáiðan nema hann og bara svona. Þá búið að setja 100 kall í trúðinu. Nei, þetta er ekki trúðafengt. Þetta er ekki eitthvað hver er hann á jamminu en eitt annað. Þetta er basically bara, við getum verið blá edru og allt í hennu fyrir allt í taugarnánum og allir eru bara svo heimskinn nema hann og þá segir ég bara, hættu, það ertu svo mikil töffari, það er ekki að tala við. Þetta byrjaði þannig fyrir mörgum árin, bara hættu að vera svo mikil töffari, það er ekki að tala við. Já, veist, en þetta, fyrir mér er ég ekkert eitthvað að reyna að vera töffari. Ég er bara að segja sannleikan. Þú kallar misnundur hrókadjún, er þetta svipað? Nei, ég hef gaman að hrókadjún. Já, svo finnst þetta líka gaman að töffaránum þegar hann er ekki þetta er samt ekki bara tengt því. Þetta var líka eins og ég sagði bara einn á hann, eins og ef það var að vera að biðja okkur um að auglýsa Pepsi Blue eða eitthvað og þú vorum á fundi og þú dast í töffaran, þá fór það í töðunum eitthvað eitt moment sem situr í blöðunum. Nei, það var hellingur á þessu. Nei, ég skil hvað. Ok, ég ætla að spyrja, ég spyr bara blöð, það er bara sama spurning blöð, hvað fyrir mest í taugarnar á mössunum í þínu fari? Ég myndi skjóta bara hvað ég er mikill aumingi.
Mikill aumingi Já, þegar ef ég er svangur og verða að fá að borða Þú verður hangry Já. Nei, það Eða mér svo kalt eða eitthvað Nei, ég ætla bara ekki að gefa rétt fyrir þetta Ok. Þetta er bara ekki þannig, veistu hvað það er? Sveppi komin yfir Já, Sveppi Þetta var gott gisk hjá honum Já, sko. já, þetta var fínt. Ég hefði þurft hefði ég fengið smá tíma þá hefði þetta alveg poppað upp hjá mér sko. Það er meira þegar þú ert búin að plana eitthvað Þú ert með plan Og Sveppi sendir að þið bara ég get ekki, þetta virkar ekki alveg fyrir okkur Ekki þessi dæsning Hvernig þú bregst við? Þú bregst illa við Já, það basically svona þegar Það fer ekki allt eftir þessum ég vil hafa þegar hlutirnir gerast ekki eftir hans höfði Já. skilur við Já, þá verður hann svona eins og hann sé pínu vonsvikinn út í mann já. Ekki reiður bara vonsvikinn bara Já. sári eitthvað já ok, kemst ekki þarna já nei, ég kemst ekki, ég er í tökum ég er að gera þetta, ég er að fara í ammæli til já ok, já því að þetta var dagsetning sem ég var búin að nefna fyrir löngu sko. ég bara, já ég veit það maður svo breyttist það bara í mínu lífi já, ok, ekkert mál við verðum það bara að finna nýja dagsetningu það er bara svona, fuck off maður En finnið ekki svo bara einhverja dagsningu? Jú, oftast Hann kemur bara daginn eftir eða veist, ammali bara, eru þið onni í ammalinu? Já, ég er í ammalinu ætla að gista báðanætunar ég er ekkert endilega viss um það nei, það var ekki að fá svar sem fyrst sko, bara, ammali þitt er ekki það eina sem er að gerast í sumar sko. Nei, sko, ég get ekki svarað En svo er náttúrulega líka erfitt bara að vera sko, blöðurinn heldur upp á ammali það er lágmark 3 dagar og alveg max vika sko. Já, þið sögðu báður í síðast ammali hvað það verið gaman Þetta var geggjað. Það var létt alltaf að sitja og tala bara Þú veist að hóndu bótt það er ekki það Svo skemmtið ykkur því Já. en það er ekki það, okkur langar í ammalið en svo kannski komist við ekki en það er ekki það að okkur langi ekki það er bara því við komist ekki Já, það landslagið er er bara ekki annað þannig. fólk í okkar lífi það er þetta gaman Já, það er 1-0 fyrir Sveppa Ok, þá ætla ég að byrja á blöðurunum Hversu svölum finnst blöðan vera á skalanum 1-10? hann finnst hann 7 7? Ég sagði 7-5 en hækka í 8 Já Hann gaf sér 8 Hvað, ertu ósamlæsu það? Nei, ég bara svona reiknaði með því hann hefði gefið sjálfum sér ekki svona rosalega hátt af því að hann er að reyna að vera ofsalega humble hann veit hann er pínu svalur og alltaf í rektinni og er með vöðva og er bara svona, hann veit hann er töff og lítur vel út í sjónvarpinu og hann veit það sko Ég pumpa hann hann upp. langar mest að segja 10 Ég pumpa hann þannig í líður honum en hann er að rífa sér niður í 7 ég haldi 7-5 sagði ég og hækkaði í 8 Blöð, þú voru að hreskilni í þessu. þetta er það sem ég bara Það einast sem ég er að spá núna hvort að Sveppi gaf sér 9 eða 10 sko. Hefðirðu viljað Og gefa hún finnst hann svo svalur sjálfur Já, sko. hvað gaf Sveppi sér? Ég þarf að fá svar við því Hann sagði hann okkur 9 eða 10 Ég get alveg lofað þér Já, og hvað Gaurinn fyrir í leðu eitthvað Hann heldur hann eigi fokking heiminn Og sérstaklega þegar hann fyrir spari við Já, það, sko, spari sko og leðu eitthvað Já, sem er bara lúkja Lappar hann um eins og bara eins og sér svalasti maður í heimi Ekki það, mér finnst Sveppi mjög svalur En eru leskleirinn að kýla hann eitthvað Ég held hann ekki þóra að segja 10 Hann sagði 9 Sagði 9? Já Hann sagði 8 Þið voru báðir að hendi 8 báðir Ok Bara fólk getur sér auka ráða milli ykkar þetta sagði hann 8 og þið voru báðir að meta hvern annan Þið eru svo miklu fávitar Næsta, hvaða dýr tengistu mest? Spirit animali og Sveppi, ég ætla að byrja aftur á þér Hvað sagði hérna Blöð? hann tengi mestur að vera hundur Hundur? Er það loka svar? Já, auðvitað, hann er búin að segja það Christ, nei, ég ætla að segja köttur Já, köttur. það er rétt svar er það köttur? Það er kötturinn Helviti kötturinn yes, ég gíska á rétt Það var ekki nú stifur ekki, það segir þetta lókisar Hvað sagði Sveppi Blöð? Mörgæs Stráka, þið eru ekki að halið stegum Það er þvottabjörn Herru, rólur, svartur og hvítur Þvottabjörn nei, ég meina, veist, ég sagði hundur en Nei. þú varst köttur Nei, þvottabjörn er skilurðu. ekki, það er panda Já, pandabjörn Þvottabjörn er svona, hann er svona að stela hundamat og dolli og fara í rusla fólki og eitthvað Þvottabjörn nei, það er ekkert út af því Ég sagði mörgæs að því að það eru alltaf hressar og Ertu alltaf- alltaf til í allt Ég var ekki að tala um hvernig hún lappar Erstu alltaf hálfur honni ruslaturinn í fólki? nei, ég bara sjá fyrir mig dýrið sem slíkt það er Já, lítið, já. krútlegt, Já, sem já. ég er Já, já. Af því að mörgæs er svo hávaxin og hallaræsleg
Hún mjög krútleg og Já, ég meina hamstur lítill líka Það er öll dýr lítill, það er öll dýr minn en ég eiginlega Þú valdi samt dýr sem er að stela mikið úr Já, rúst það er eitthvað svona að vagga til og er eitthvað að snáast Já, og já, svona, hann er er eitthvað svona skemmtilegur. þvottabjörn, hann er gott Herru, við þurfum að fara í síðustu, við skuldum auðlýsingar Herru, við förum í síðasta Hvað fannst þér fyndast atriði úr 70 mínútur Þetta get ég kannski jafna Já, með hvor öðrum og ég ætla að byrja á Þú voru að byrja á þér, þannig ég geti Já, jafna ég ætla að byrja á þér og Já, ég þarf náttúrulega að segja hvað Sveppi sagði þig Já. Þetta er atriði með þér Hvað ætlar að gíska á? Þarna getur nú margt komið til greina Þarna þarf maður að lesa í sálina sko. Ég held Ok, ég held að komi 2 atriði til greina Hvað er með þau? Ég held að sé annarkvort er ég á jólasveitin á strikinu eða þegar ég tók viðtalið við körfuboltagaurin hérna hjá Tindastól Hvað heit hann? Kúk eða eitthvað djöfulinn Já, ég segi hérna What's with the hairband þegar ég tók viðtalið við körfuboltamann hjá Tindastól Það er ekki rétt Anskotin En það er samt, það var geggjað sko. Hvað var rétt svar? Anskotin sjálf Það var í fríkað úti þegar þú varst að hlæja fólki Hlæja breytum Anskotin Hlæja Það var breytum líka því að það var svo mikill galsi í okkur þá sko. Já, Ég man bara eftir ég táraðist bak myndavélina Annar dagur í þingu, þú á vélinni og blöð að hlæja Halló, Það er enda þegar þú segir það sko Bara þegar ég smelli fingri þá var ég til að fokk upp öllu lífi mínum bara fyrir að gera þetta einu sinni viðbót Ég hefði bara verið á nákvæmlega sama stað og við vorum þá Og Sveppi, þú þarfst að svara líka Já, ég held að Öddi hafi sagt það sem honum finnst fyndna sem ég gerði var þegar að ég let hérna bíla bakka á mig í falni myndavel Það kom Ég hætti við á síðustu stundu Hann hætti við að basically, hann var að fara að segja Ég var búin að segja, veist hvað ég breyti því? Nei Hlæja breytum Enda djók Ég sagði að það þurfa að vara að bakka hans En sko, strákar, En svo bara nei, þegar ég bara set mig inn í mómenti þegar við vorum að taka upp að hlæja breytum þá verði ég að segja það Getið þið Ég gert endur með sama svar Getið þið gert hlustendum greiða að því að þið völdu báðir þetta í staðan fyrir að hlustendur sé að grafa þetta upp endalaust að setja þetta bara á grammið sem fyrst Nei, ég skal bara setja þetta á blökasti ná fn95blöð.is Nei, og ég er með LinkedIn, ég ætla að henda þið þar Þetta var þekki eða ekki Þið stóðu ykkur vel strákar. Já, Og það var 1-0 Það var 1-0, já en þetta var samt Þetta hefði ekki að fara Þetta var tæft Við vorum með sama svar í 70 mínúta Það er mjög gott Já, en við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Það er því þeirra að hlusta hér á FM 957 og aftur erum við mættir í klefan góða Nú sittum við hérna allir þrír, ég Steindi og Sveppi og það er komið að dagskrárliði sem við höfum svolítið farið í þegar Sveppi með okkur Já, þetta fættist svolítið í gegnum Sveppa Já, þetta er basically að Sveppi situr núna beint á móti Steinda og hann á að búa til orð Já. og það er tölva á millikar Sveppi skrifar orðið meðan þú ert í símanum og þú þarft að bara reyna að búa til eitthvað úr orðinu þannig að þú ert að ringja og biðja einhverja hluti Ég fæ að sjá orðin bara í jafnóðum Já, og við erum að tengja þetta svolítið við hérna hrekkjuvökuna Já, Halloween Já, en sko Halloween Mástu vera með vinglas og segja halló Já, segja halló við vínið Það er náttúrulega fössari Ég segir bara Halloween Það er alltaf ykkur sem hendir þannig Halloween, glugg Ég sjá nokkra svona status Við höfum bara 2 sjansa Þetta er basically, ef við viljum að ringja fyrst í hókus pókus af því þetta á að svona hrekkjuvakatengt ef það virkar ekki, þá er það bara partybúðin Já, Hagkaup er svolítið púsingit Þeir eru náttúrulega, og Costco þetta eru þessar tvær búðir Verður þið ekki að byrja bara á okkar besta fólki hókus pókus sem hafa staðið að segja allt Hérna var ég var að skrifa inn alveg frábært orð Viltu segja hún, viltu gefa meitt á Gefa reitt Að gluggi bleblemas Gluggi bleblemas Hvað á það að vera? Góðan daginn. Já, góðan daginn Er þetta eigandinn eða? Nei, viltu tala við hann eða? Já, það væri frábært Já, einn sekund. Já, takk Já, góðan daginn. Já, góðan daginn Heyrðu, hérna, mér langaði rétt að tjekka því að nú er að styttast í hrekkjuvöku Já. Og er þetta ekki bara eigandi sjálfur? Jú, ég heit Einar. Já, blessaður Heyrðu, mér langaði að ekki er þið komin með Neonlord Ég var nú búin að spyrja ykkur tjena honum áður Neonlord svona hefðbundin kúkur sem blikkar maður potar í hann Nei, þetta ekki. Það er ekki það Nei Heyrðu, en hérna en gluggi blemas það er eigið svoleiðis, þetta er svona
tyggjó sem með kúkabræði líka sem lita munni nappisunungulan Já. Er ég í beinni eða eitthvað svoleiðis? Ha, alls ekki, í hvað meinur? Beinni útsendingu eða? Nei, þú varst nú vita eða eitthvað svoleiðis. Já, við erum að stríða. Nei, við erum að stríða þetta FN95 blöð. Anskotin, þú fattar þetta maður. Já, við þurfum að reyna að ríkja hana. Okay, við ætlum að reyna að ná þeim með alls konar hrekkjuvökkudóti. Já, ég skil þig. Já. Við tökum næsta stað, við prófum partybúðina. Það eru góða helgi vinnur. Takk. Ég hef mér eftir og bara verða að vera sangjatn og láta mig vita að við erum í beinni sko. Þeir eru út í beinni, við ætlum að reyna að hrekkja þig. Áttu gluggi ble. Ég fór alltaf snemma í neonloft og gluggi ble. Nei, samt neonlofturinn á að geta verið vesen sko. Nei, þetta er rauninni bara neonloft. Það er bara gluggi bleblemas sem er skrítið sko. Varst þú tilbúin með einhver orð, Sveppi? Já. Ok, maður prófið partybúðina. En þú kannski breytir röddina stundin, ekkert eitthvað. Nei, ekki svona. Já, ég bara bara heyrðu, já. Ég bara glemdi Ok. í alveg. Ég glemdi að breyta röddinni. Partybúðin? Já, góðan daginn. Heyrðu, ég er að leita alls konar dóti fyrir hrekkjuvökkuna. Já. Og ég ætla nú rétt að athuga ekki í því nappabrábreiðu. Ha, hvað? Nappabrábreiðu. Hvað er það? Það er bara svona hefðbundið skyrtunappur sem pípir þegar hann skynjar viðrekstur og kemur ljós svona í hann, blikkar. Nei, við erum ekki með svoleiðis. Nei, þið er ekki með svona. En eru þið með snúðúðana sem er með 2 úðum á pakningunni? 2 úðum. Segðu þetta aftur. Snúðúðana sem er í rauninni svona hefðbundið lyktasprengja sem að sprengir og kemur svona súr glassúrlykt gott til að hrekkja fólk á fjölmennistað. Nei, við erum ekki með svoleiðis. Anda snið. Þið eru ekki með svoleiðis, Nei. En eru þið með Tótógló hefðbundi slím svona glimmerslím sem festist varanlega og brennir fingur hægt og rólega? Nei, það er þetta sko bara allt sem við eigum bara inn á heimasíðinni. Veitu hvað er heimasíðan hjá okkur? Partybúðin.is. Já. En eru þið ekki búin að fá hrekkjuvökkudóti í hús? Jú, allt komið. Og þá er þið væntanlega með tugg sem er svona tyggjó með klemmu sem er með kúkabræði og rappisunugöld. Nei. Tóla fyrst mér þetta skríti. Hvenær komið þessi, er ekki komið öll sendingin komin eða? Jú. Já, mér finnst þetta eitthvað spes. En ekki eigið þið neonlort? Ég held við nákvæmlega hvað er í gangi. Já, ég held við nákvæmlega hvað er í gangi. Neonlorturinn eiginlega þetta svolítið eiginlega bara í báðu síndunum og svo hringdur eitt síndun sem að mátti ekki spila. Já, shit. Sem að var smá skellur sko. Já, en sko málið er að þetta mislík allt í lagi að fólk heyri einu svona hrekk sem gekk ekki upp. Þetta var svo góð við vorum svo spenntir. Við vorum nefnilega mjög spenntir sko. Rosa spenntir maður. En sko það voru líka alvöru orðarnar sem var ekki hægt að vinna með mig sko. Sigfló Nappbrábregða. Nappbrábregða, já. Hvað hefur þið gert í nappbrábregða? Það er svona hefðbundin bara skyrtunappur sem pípir þegar maður þegar hann var við viðrekstur, held ég. Er þetta ekki bara eitthvað svona? Það stýttist hér í topp 3 og hvor er nettari en vitið hver gaf út lag í dag, drengir? Já, Rihanna. Já, í fyrsta sinn í 6 ár. Já, sko, ég veit að þér er samansæpi en ég er ekki búin að heyra þetta lag, ég ætla að setja á það heitir Lift Me Up. Take it away. Nýjast lag frá Rihanna. Nei, þetta er ekki leiðilegast en að rólið, ég var ekki búin að hlusta á það. Þetta er rólið lag. Já, þetta er bara leiðilegt lag. Nei, allt er góðu. Við erum allir vinir og það er gaman að vera til en þetta er ömulegt lag. Sko, Rihanna er geggjuð. Þú átt að segja Rihanna, ekki Rihanna. Ég bý bara í Íslandi og það er hái nafninu. Ég bý bara í Íslandi. Rihanna. Já. Og ég var að borða Skittles og þetta er bara... Þú getur sagt Rihanna. Þú ert ekki að segja Rihanna. En hún heitir ekki Rihanna. Ok guys, moving on. En það er hái nafninu. Já. Já, ekki. Bara silent há. En það er en sko málið er að þetta er geggjalag en það var ekki föstudagur í því sko en er það nokkuð? Nei, ég ætla að hafa lag sem er föstudagur í með henni er hérna undir. Já, en þetta er svona þetta lag var hluti af myndinni Wakanda Forever. Er þið tilbúinni í topp?
Sveppi komin í Candy Hvað heitir Sveppi þótti sofa með það Steindi voru að segja þetta ennþá að spila hennar leik? Þú ert búin að spila hann held í ykkur 2-3 Nei, Lítur að búin að klára Candy Crush Nei, 6 ára búin að spila til 10 ár Það er endurist Hvað gerist í Candy Crush núna? Þú veist, er eitthvað ný borðið eða hvað? Já, nei, það er bara sprengja selgæti maður Þetta róa mig, kom með það Þetta tala um mig Top 3 og við tökum allir þátt Ég ákvaða að henda Ég ætla að byrja á eitthvað sem að við erum miklu movie buff Svo að fínta því að Egil maður vissi alveg hvaða myndir kemur frá honum Hann var alltaf látt að hann myndi missa þessu Ég ætla að spyrja ykkur drengir Top 3 bestu bíómyndir allra tíma Og ég skal byrja því ég er búin að hugsa mitt Þannig að þið getið aðeins hugsað ykkur á meðan Þetta var erfitt eins og ég veit þið eftir að segja En það sem ég endaði með var Goodfellas Dumb and Dumber Sem langaði eiginlega að segja Cable Guy Því ég er búin að En ég hef hort oftar á Dumb and Dumber Og Dark Knight Minnst þetta þeirra bestu bíómyndir allra tíma Það er rosalegt Það er ekkert í sérstaklega í röð Nei, það er erfitt En svo náttúrulega Godfather í dyrka hana Ég var eins að byrja að hugsa Casino líka Minnst Casino stúrul Ég sko Goodfellas er geggjuð sko Já, þetta er geggja myndir Já, Forrest Gump En ég ætla að þig Sveppi Já, þar er ég bara Forrest Gump, Shawshank Redemption og Pulp Fiction Já, Pulp Fiction, ég glemdi henni með þess að þetta er rosalegu listi Já, þetta er bara Shawshank Redemption, Forrest Gump og Pulp Fiction Já, en ef ég ætti að henda inn og veist það náttúrulega oft í svona listum er mjög erfitt að setja inn grínmyndir Já Ég segi, heyrðu að þú settir inn Dumb and Dumber Ef ég ætti að setja inn eitthvað, ég er náttúrulega dýrka Dumb and Dumber og allt það sko En ef ég ætti að setja inn eitthvað þá væri það alltaf Big Lebowski Já, ég hefði eiginlega átt að setja Cable Guy sko Ég set Big Lebowski þarna Já, ég ætla að taka Dumb and Dumber út, ég set Cable Guy En það er náttúrulega rosalega mikill munur á þú veist eins og góð bíómynd sem er bara, þú segir maður sé bara ógeðslega vel leikin mynd og vel skotin og allt þetta En þá er hún ekkert endilega, þú gerir þig grein fyrir konu vel skrifuð og leikin og flott En þá er þetta ekkert endilega skemmtilegasta mynd sem þú sé En þú áttaði alveg á því þú vorst að horfa hann á vákvæði góð mynd Hvernig listið þinn? Listi minn er Billy Madison, Mortal Kombat og Pulp Fiction Mortal Kombat? Já, 95, fyrsta myndin með Christopher Lambert Og þú meinar það? Já, kominur meina, þetta eru frábæra myndir Skrítið að setja hana inn sko. Að því að þið fannst hún geggjur á 15 ára Já, fyrsta, já sko Ég alveg geta að setja Herbie inn sko Því ég dyrka hana þegar ég var 6 ára sko Fyrst er ég sá Mortal Kombat sko Ég náttúrulega það er upp á stöluleikur minn líka sko Fyrst er leikindir Og 2 En fyrst er þetta með Sagður þú Billy Madison? Já, ég sagði okay, Þetta er ekkert endilega réttir röð Nei. Ég sagði bara Billy Madison, Mortal Kombat Og svo hef ég Pulp Fiction Ég kann Billy Madison utan á sko. Hún geggjum mitt sko Ég dyrka Billy Madison sko. Frábækari mitt En hérna Big Lebowski Hún er svona meira clever Hún er betur skrifuð Hún er betur skotið Ég sett ekkert út á Billy Madison Alls ekki Er það sem þið var skrítið í þessu listan? Nei, alls ekki, það er náttúrulega Mortal Kombat alltaf það sko. Já, það sko Og hvað svo? Þegar Sanction Og Pulp Fiction sann Já, Pulp Fiction og Mortal Kombat er bara saman Tarantino myndi snúa henni og berja Þannig er bara Your soul is mine Sanction sko Þegar hérna Sub-Zero sem var sko þýttur sem ískaldur Og Scorpion Ég mann þú segði mér ekkert hana Never Ending Story Svo mynd sem þú hort oftast á Hvernig setur hann ekki inn? Fljúandi hundur Af því að hérna Mér fannst þú bara góð þegar ég var 12 ára Þá þegar ég var 13 ára sko Svo bara fattaði ég þetta Já, en þetta eru myndir sem stráka Þetta eru myndir líka sem mótuðu mig Já, Mortal Kombat búin að móta þig Við vorum ekki að velja þær Nei, svo var það líka Næst það er erfiðara, drengir, bara segja þetta Já, en finnst ykkur í alveg Mortal Kombat eitthvað síðri mynd Ég er bara síðan og mér langar ekki að segja hana En þú veist, ef þú farir með En hvort myndu við freka vilja fara í bíó í kvöld í Luxus Ég myndi vilja sjá allt freka með Mortal Kombat 95, hérna típuna, fyrstu Mortal Kombat með Christopher Lambert Ég vil hitt Eina sem heitla mig við þessa mynd er að það að Christopher Lambert er í Hann er svag, hann er líka geggjað þessu reytan sko. Það var það næsta sem ég held að sé aðeins erfiðara Top 3 íslenski leikar Það voru að, já, verða að vera íslenskir Nú er að vera að særa svona 300 manns Nei, maður er ekkert að særa þó maður hlýtur að segja bara hvað poppar upp fyrst í hausinn Er þetta ekki líka okkar álit í dag? Já, dag, jú, við erum að tala í dag Er það ekki? Ég er ekki að tala í sjálf með fyrir 10 árum Nei, ég meina þetta getur líka breyst eftir viku Ég ætla að segja Steini Bakk, Þorsteinn Backman Með Dýrkan Steini Nólina Og svo er ég í vesinni Svo er ég með Hilmi Snæl, Bjöllin og Jón Gnar Sem er svona Ég tek Bjöll Nei, ég tek Jón Gnar Jón Gnar
Ertu að segja Steinu Nóluna því að hún á eftir að snúa þig úr hálslið næst þegar ég hittist í stúdíónu stóðs Já, ég held alveg en málega sko Kannski líka spila inn ég dýrka hana sko Já, hún er geggjuð Hún er algjör töffari, hún er Getur nefnt eitthvað þrennt sem hún hefur leikið Já, mér finnst hún til dæmis ber upp svörstu sanda síðast Mér finnst hún geggjuðar Dýrka hann í leinilögunni Og svo ég með þess að fara á leikritið hjá henni núna 3. nóv og mjög spenntið fyrir því Vá, þú í leikhús Já, hann gerist ekki oft sem að Tyrfingur skrifaði Svona þess Tyrfings Hann er geggjaður Steindi, hvað er þú með? Ég er með Ég átti Ok, Sveppi, hvað er þú með? Nei, ég er með þetta, ég er með þetta klart Ég ætla, mér langar að gefa samt Tölvunni hérna bara Já, nei, ég var bara að skrifa doktorsrit Ég er með þetta er ekki létt Það vil ekki særa hlut Þetta er ekki létt á staðnum Já, þú veist, mér langar að hafa þetta Já, nefndu áttur sem ég langar að hafa Mér langar mest að hafa Stein Ármann þarna Já, hann er geggjaður leikari og Darrin og Gnarrin og allir sem byrja og eru með svona 2 R í nafninu Sverrir En Þorsteinn Bachmann, Siggi Sigurjóns, Edda Björgvins Er minn listi í dag Gæti breyst Ég er náttúrulega eins og daldið þú maður er náttúrulega daldið svona veist, ég sko best ég hef oft hort á Nínu leika í leikhúsi og í bíó og mér finnst hún eiginlega bara standa uppi dyrka Nínu sem leikonu búin að sjá hana í alls konar drama hún er ógeðslega góð þannig að hún er þarna á þessum lista og svo er Ingvar Ingvar Sigurðsson ég man bara þegar ég get rökstutt þetta allt bara ég man bara þegar ég sá Ingvar í leikriti sem heitir Kæra Jelena þar var hann stórkostlegur og svo man ég bara þegar Englum Alheimsins og bara, veist, ég get nefnt endalaust og mér finnst hann alltaf ógeðslega góður hann er líka bara genuine Já, ég þú þarf ekki að selja mér Ingvar sko Nei, og svo er svona og svo náttúrulega gæti maður alveg hoppað á veist, Steinn Ármann er náttúrulega bara ædoli mitt bara ég ólst upp með honum bara sem radíusbróðir en svona í seinni tíð svona sem mér finnst alltaf að vera ógeðslega góður líka því hann er svo vinnusamur leikari Björn Thors Gott svar að því að ég sá hann í Vertu Úlfur og hann bara svona, ég elska hann sko Þú er svolítið með að taka á sviði Já Það var eins og stanin Já, það er bara, hei, ekki svör Það er svo perandi, ég finn ekki núna ég er hann að googla fullu þetta leikrit sem ég sá Ingvar fyrir mörgum árum kannski muni ég nafni á þessu Þú kannski googlar á meðan fyrir mjög Nei, ég ætla að mér langar að segja frá þessu og það var svo merkilegt þegar ég fór á þetta leikrit því að þetta var eiginlega einleikur hvort að hafa einhver eitt leikari byrst þarna einhvern tímann á lokin og þetta var svo átakanleg sýning hann var að reykja og drekka og var að allir æðarnar hann var bara reynandi og maður horfði bara á þetta maður bara eftir bara þessa kvöldstund þá hefði maður þurft bara svona mánuð til að recovera og hann er að fara að gera þetta aftur á morgun og hinn og svo næstu helgi líka og allt þetta Svo er þetta man ekki hvað þetta heitir ég veit langar bara að muna hvað þetta heitir Við verðum að svo auðlýsingadrengir og svo ætlum við í sturlaða staðreyndir Nei, ætlum við í Kornetta Já, verðum við ekki að gera það því að Sveppi er gestur Já FM 95 Blu Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu Það er rétt að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og Stemmarinn er ótrúlegur Já, við erum að láta það ganga af drengir Já, við þurfum að koma þess að Já, við þurfum að reyna að koma sér liðað Við hefðum þurft Sko, mættu við það Ef við myndum Nei, hægt að tala En þú ert að fara í veistlu Ég er að fara í IKEA Ég get ekki beðið Spenntur að fara í IKEA Já, þeir voru að byrja með hangikjötu Já, ég er sko búin að vera með kreifings í þetta sko Bara uppstofinn og Bara síðan í janúari fyrra Já, ég bara Ef einhver situr og segir slaka til að fara til IKEA þá held ég hans í potið sponsaður Nei, ég er ekki sponsaður af IKEA Það er bara komið bretti að byrja í útarpi bara herri djur slaka til að fara í IKEA Sko, hvorki ég niður þátturinn er með spons frá IKEA En I'm going En eru þið ready? Já Þetta er svolítið Sveppi Þú ert svolítið að taka heitana þessu Þú ert góður í þessu, ég er lélegur í þessu Nei, það er engin lélegur Nei, þið Hættu mig strax undir þennan Nei, þú ert svo góður í þessu Það verður gaman að heyra hvað þú segir Ég sko Vil ég ekki báðir keppa? Já, sjálfsögð Það er ekki Herru
Ég reyni mitt besta þetta móti í kallinum Já, ég er með eina Hann er náttúrulega svolítið kongurinn í þessu Ok En mál er að já, þú veist Ég ætla ekkert að taka það að Sveppa. Hann er undefeated. Já. En blöð, þú getur það. Fólk dyrkar comeback í þessu. Já, heyras, ég ætla að reyna að vita þetta. Hvor er nettari? Og þetta hljóma svona. Og eru þið ekki klárir? Já, tilbúinni. Þetta eru 3 ár. Já. Það eru 2 glænýjar og 1 classic. Ok. Það gengur það gengur til ykkar illa lyktandi hundskvikindi. Nú er þetta að byrja sko. Já, þið eru að hlusta. Fatta það. Það gengur til ykkar illa lyktandi hundskvikindi, blanda af border collie og fox terrier bikil. Hann er illa upp alinn og hefur strokið frá fyrri eigandum, Hafliða og Jórunni, virðulegu bankafólki og góðum eigandum. En hundskvikindi er stjórnlaust og er alltaf en nettur á því. Hundurinn heitir Bánsi. Bánsi sér þér labba á stjætt sem hann telur sig eiga og ríkur að stað í áttina að þér, kolvitlaus og fróðufellandi, líklega svangur eða illa til kallaður. Er þið í dag? Bánsi býtur ykkur í legginn og það kemur blóð. Í hvaða nettu línu hendið þá eiginlega í? Þú ert á leiðin að verða heitur hundur. Þetta er eitthvað alveg gott. Hotdog. Já, þú ert að leiðin að verða pulsa. Já, við náðum þess alveg sko. Býtu, þetta er eitthvað besta svar sem hefur nánast komið sko. Já. En ég er ekki samt í dómnefndinni. Ég bara Ég veit ekki. Vel tengtur þetta áhænandi með þetta. Ég ætla að fylla það skó, Bánsi. Fylla þið af skó. Wow. Hvað þýðir það? Ég er frá Sparkiðan. Já. Herðu, ég þúl ekki hérna leikmar. Ok, Sveppi vann fyrstu lótu. Þetta er svo leikur maður. Býtu, herðu, ég ætla að gefa Sveppa þetta. Það er 1 Ok. Ég veit ekki okkur ég er að reyna. Herðu, þá var það önnur spurningi, hvor er nettari? Þetta er alltaf þeirra Sveppi gestur. Því að hann náða til að vera sterkur í þessu. Já, heitur hundur. Það er náttúrulega bara fólk kerið út. Já, það er Herðu, lítill ofnæmiskall sem hefur gengið berserksganginn í kjörbúð hverfisins því hann er mjög illa fyrir kallaður, segir við í biðröðun á kassanum: Nei, ert þú hérna aumingiðin? Í hvaða nettu línu hendur þá eiginlega í? Ég ætla að vona sér ekki með ónæmi fyrir nefa. Heyrðu, þetta er rosaleg Sveppi, hvað ætlar að gera í þessu? Sveppi, hvað ætlar að segja? Hvað ætlar að segja? Hvað segir hann við mig? Hann sagði já, lítill ánæmiskall hefur gengið berserksganginn í kjörbúð hverfisins og vera með leiðandi og já, illa fyrir kallaður er í biðröðinu og segir við: Nei, býttu, Sveppi, krull, ert þú hérna líka þarna aumingiðin? Já, þá myndi ég segja við hann ég var búin að semja minningagrein um þig. Ég ætla að gefa auðvitað þetta. Auðvitað, þetta var rosalega. Hvað gerðist þetta? Þvílík lína, ég veit ekki. Ég er að klára þetta. Þetta kom bara. Það er best. Ég var eiginlega að hugsa um þig sko. Þú ættir alltaf að hugsa Steinda í hvaða aðstæðu sem er. En hafið ekki gaman þessu liði? Jú, þetta er besti liður í heimi. Ok, þá kemur þetta er svona classic sko. Þið farið í glæsilegt gufubað. Þið eru allsberir og sjáuð ekki hand eitthvað skil vegna þess að það er svo mikil gufa hann inni. Þið leggjast á annan mann og tillatni snertast og gufan á milli eitthvað hverfur. Þið horfið beint í augun á manninum. Í hvað geggja nettu línu hendur þið þá eiginlega í? Sveppi. Wow. Öll svöri eru svo vond sko. Hvað, ertu bara að hugsa þetta eitthvað? Er þetta ekki eitthvað bara sem að segja eitthvað þvæli? Þið þurfa að svara. Þetta er bara svona í gufinni, bara svona stemning. Klippin snertast og þú lítur auðvun. Heyrðu, ég ætla nú ekki að heilsa þig svona. Wow, það er pressa. Má hrókar á þessum tími skákinni? Ég er búið bara eftir svo vond maður. Ég get ekki Sveppi vann þetta. Þetta var Þetta er sann geggjur. Já, Sveppi krull. Já. Þú ert nettar blöð í dag. Hann er kókurinn í þessu. Í dag. Ég sagði það. FM 95
Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Hárið, það eru Dine Out og Loop sem að færi ykkur FN95 blöð hér á FN957 en drengir, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Rosalega. Sveppi, búið að geggja að hafa þið hérna. Já, ég dyrkir það. Alltaf gaman að fá þið með. Hvað ertu að fara að gera? Núna? Já, þú ert að fara í? Ég er að fara í bókaklúb. Já. Það er rosalegt. Er það ekki bara ennin afsökunum fyrir drikki hjá þessu? Jú. En er það bara, er opnuðin rauð og bókinni tekin upp og? Já, nei. Allir búin að lesa bókinni, eða ekki? Allir búin að lesa og við erum 12 saman og það er dinner og... Lastu bókina? Já, ég er búin að lesa hana og við erum að fara að ræða hana. Hvaða bók er tekið fyrir í kvöld? Hún heiti Svínshöfuð. Já, ég las hana, hún er góð sko. Nei, þú er ekki að lesa hana. Jú, Svínshöfuð. En hérna, það, sko, kona sem skrifar þessa bók, ég man ekki alveg hvað hún heitir, og hún á mann sem heitir Bragi sem skrifaði bókina Arnaldur Indriðason deyr. Er þetta Konars Braga? Já. Já, þá þarf ég að lesa þessa bók strax. Já, lesa hana, sko. Þetta er mjög áhugaverð bók. Í hinni bókinni. En þetta er nú aðalega bara að hittast. sko. En við spjöllum alveg um bókina, þetta er alveg full force, sko. En þú veist, þetta er aðalega bara að hittast og eitthvað, ég veit ekki. Já, en talandi Braga, sko bækundar hans eru geggja. Lastu Austur? Já. Já. Hún er rosaleg, sko. Já, við erum gamli skólafélagar. Já. Hann fór illa með okkur í síðustu bók. Já, ég frétta því. Já, ræðileg, sko. Geggja. Það er þessu gæða, maður. Það er æðislegt. Sveimaði saman og gasaði eitthvað bara í saðum. Já, ógeðslega, sko. Þetta er geggju bók. Já, mjög góð. Ég veit ekki hvað var Steind að gera við hann í skólunum. Já. Sá þurft að hefna sín maður. Já. Við dregnin í svaði. Og öllu vinnum hans. Við minnum líka á stóra sviði í kvöld. Það er geggjað þáttur fyrir Blær og Willi Netto og þetta er eiginlega sveimið á einn af mínum uppáhaldsþáttum. Sturlað þáttur í kvöld. Sturlað þáttur? Já, og svo, já, við erum nú eftir að koma meir inn á það en fyrir ykkur sem er að spila hvernig bingo blökkastins verður, það er á laugardaginn eftir viku, ekki morgun heldur 15. nóv. Já, í opinni, dagskrá. Já, kemur auglýsingu um helgina og allt crazy en við bara óskum ykkur góðra helgar, kæru hlustundur Sveppi, takk aftur fyrir að koma. Við minnum á blökkastið næsta þriðjudag og minnum að sjálfsögða beint í bílinn, þeir eru kollruglaðir það þeir eru alltaf stutt í flippið Já, og eru búin að opna fyrir síman þannig að tekja því að mánudaginn. Hvað heldur þú? Góða helgi, kæru hlustundur. Endum þetta, geggja lag, Bríet, dýrði í döðadag.